Góðan daginn, góðu gestir. Gaman að sjá ykkur og verið hjartanlega velkomin á þennan viðburð sem að fjallar nýjar kröfur tengslum við sjálfbærni upplýsingagjöf sem að snúa að náttúru og lífríki. Ég heiti Elva Rakel Jónsdóttir og framkvæmdastjóri Festu, miðstöðvar sjálfbærni og ég var beðin að taka þátt í að stýra þessum viðburði, mjög þakklát fyrir það, í góðu samstarfi við Svarma. Mér langar til þess að fyrst að bjóða ykkur velkomin á viðburðin og ég veit að þið eru jafn spennt og ég að heyra þennan viðburð og hvað við erum að fara að hlusta á hérna í dag. Ég fór aðeins að hugsa þetta með líffræðilega fjölbreytni og svona heilsu náttúrunnar. Ég rétt skrifin yfir fertugt og heilsa einhvern veginn eitthvað sem að verða mér hugleiknara dag frá degi. Þú veist, maður vaknar og maður allt í einu illt í bakinu út af engu, maður var ekki að lyfta neinu, allt í einu maður satt með eitthvað verk í bakinu. Maður fann að fá verk í hnén þegar maður gengur á fjöll. Ekki á fjöll, þið veitir heldur niður fjöll, þá fá maður illt í hnén. Og eitthvað svona, þannig að alls konar hlutir sem að fara að allt í einu að dúkka upp. Og þetta auðvitað bara yndislegir kaupaukar þess að fá að eldast. Og óumdeilanlega þá heilsan það mikilvægasta sem við eigum og við erum líka farin átt okkur á því að heilsa snýst svo margt. Snýst mataræði og beinþjatni og vatnsbúskap og geðrækt og bara allt á milli heims og jarðar. Og alveg eins við mælum ekki heilsu okkar með einni breytu, þá mælum við heldur ekki heilsu náttúrunnar bara með einni breytu, heldur ótal mörgum. Og við þurfum að skoða í rauninni svolítið heilsu náttúrunnar með sömu augum og við hugsum heilsu okkar sjálfar. Vegna þess að heilbrigð náttúra þetta lykilatriði, ekki bara út af fyrir vistkerfisþjónustu sem að náttúran veitir okkur. Hún gerir eiginlega allt fyrir okkur, hún temprar fyrir okkur hitastig og útvegar okkur vatn og næringarefni og tekur við úrgangsefnunum okkar og öllu saman. Heldur náttúran bókstaflega uppspretta allrar verðmætasköpunar, allra fyrirtækja heims. Öll hráefnin okkar eiga uppruna sinni í náttúrunni, þannig að það algjörlega sama hjá hvaða fyrirtæki þið starfið. Ykkar framleiðsla eða ykkar þjónusta byggir öll á náttúrunni. Og ef að náttúran tapar hreysti sinni, að þá hrynur líka virðiskeðjan ykkar smá saman. Þannig að þetta á að vera okkur öllum mjög svona nálægt hjartanu og okkar einsta kjarna að velta þessum hlutum fyrir okkur. Því það einfaldlega gífurlega mikið hagsmunamál fyrir atvinnulífið og fyrir samfélagið í heild að tryggja heilbrigði og seiglu, náttúru og líffræðilega fjölbreytni. Þannig að þess vegna svo frábært að fá þennan svona breiða hóp fólks í dag sem ætlar að spjalla við okkur og segja okkur frá ýmsum þáttum. Og mér langar að byrja á að bjóða hjartanlega velkomin Dr. Snorra Sigurðsson sem sviðsstjóri náttúruverndar hjá Náttúrufræðistofnun Íslands. Gefum Snorra gott klapp. Takk fyrir Elva og komið sæl, góðan daginn. Virkilega gaman að vera með ykkur hér í dag að tala þetta mikilvæga málefni sem svo sannarlega meira og meira í deiglunni og við finnum fyrir því að Náttúrufræðistofnun að atvinnulífið í vaxandi mæli hafa samband við okkur og spyrja þetta. Þannig það fagnaðarefni að halda þetta málþing sem haldið hér í dag. Mér var falið svona að í stórum dráttum útskýra hvað við erum að fjalla með, við tölum líffræðilega fjölbreytni. Því fyrir marga þetta nýlegt hugtak, eða nýtt hugtak sem kannski tekur tíma að átta sig á hvað málið snýst. Þannig það ágætt að byrja bara að útskýra hvað hugtakið líffræðileg fjölbreytni íslenska þýðingin á hugtakinu biological diversity eða biodiversity sem þið hafi ánægð að rekja ykkur á. Og hinn tæknilega útskýring á því í rauninni að hér að ræða allan breytileika sem við sjáum í lífríkinu og lífríkið í öllum sínum birtingamyndum. Og við erum að tala öll skipulagsstig lífs, einstakar lífveru tegundir, breytileika innan þeirra og milli þeirra og hvernig þær koma saman í ólík lífveru samfélög og í samspilu aðra umhverfisþætti í vistkerfi. Þannig að öll þessi breytt þarna undir, þannig að þetta gríðarlega viðamikið svið sem við erum raunin að ræðum. Og af hverju skiptir þetta máli? Jú, Elva kom nú vel inn á þetta í sínum inngangsorðum, en líffræðileg fjölbreytni raunin undirstaðan í vistkerfunum sem við reiðum okkur á fyrir margvíslega þjónustu eins og það hefur verið orðað sem auðvitað mjög mannmiðuð nálgun en engu að síður útskýrir vel af hverju þetta skiptir okkur sem tegund og sem samfélag og aðilar í því miklu máli.
Og þessi þjónusta margs konar og í rauninni grunnforsenda fyrir velmegun okkar. Í þessu felast margs konar auðlindir sem við erum að nýta. Í rauninni allir grundvöllur matvælaframleiðslu, bara til að nefna eitt lítið dæmi. Vatn og aðrar auðlindir, ýmiss konar hráefni. Líffræðileg fjölbreytni skiptir máli í að náttúrulegir ferlar sem við reiðum okkur á haldist í góðu jafnvægi, bara til dæmis ljóstillífun sem við erum heldur betur háð. Að umhverfisgæði séu góð, loftgæði, vatnsgæði, jarðvegsgæði, segla gegn áföllum, það að heilbrigð vistkerfi séu útbreidd og nálægt til dæmis mannabústöðum getur varað okkur gegn ýmsum áföllum, náttúruhamförum, þeim miklu hamfara atburðum sem tengjast loftslagsbreytingum til dæmis. Og síðan felast þetta í þessu alls konar menningarleg verðmæti. Náttúran uppspretta lista, uppspretta vísinda. Við nýtum náttúruna til útivistar fyrir lýðheilsu og svo framvegis. Þannig að þetta gríðarlega mikil breidd af gildum í okkar samfélagi sem byggist á náttúrunni og ekki síst líffræðilegri fjölbreytni. Þannig að þetta mikil fjársjóður. En ef við komum aðeins dýpra í þetta, þá auðvitað líffræðileg fjölbreytni, það þess að lífríki eins og við þekkjum við í dag, endurspeglar langa sögu lífs á jörðinni, löngu áður en við komum til sögunar. Og þetta hægt að sjá þegar maður kynnir sér þróunarsögu lífs og þarna býr á bakvið auðvitað gríðarlega mikil saga atburða þar sem tegundir hafa aðlagað sig að ólíkum aðstæðum, gengið gegnum ýmsa atburði og það hægt að lesa þessa sögu dálítið í til dæmis erfðabreytileika líffræðilega fjölbreytni í dag. Og í þessu felst líka mikil verðmæti því þarna í rauninni aðlögunarhæfni tegundanna best varðveitt og þeim meiri erfðafjölbreytni sem við höfum til staðar í lífríkinu í dag, þeim meiri líkur á að lífríki mun geta til dæmis ráðið við harkalegar atburði og breytingar sem svo sannarlega við erum að sjá núna gerast kannski óvenju hratt. Þannig að það varðveita þessa fjölbreytni og tryggja hún sér til staðar en forsenda þess að vistkerfi og lífverur séu betur í stakk búin að aðlagast þessum breytingum. Ef hún rýrnar mikið þá lífkerfið allt mun viðkvæmara. Og það líka felast í þessu tækifæri fyrir framtíðina. Við erum auðvitað ekki búin að uppgötva allar leiðir sem við mögulega getum nýtt okkur lífrænar auðlindir til dæmis. Og í frekari þróun á þeim ný tækifæri sem við myndum missa ef við varðveitum það ekki. Svo þetta verðum við að staldra við og horfa til þess að lífríkið eins og annað í náttúrunni hefur auðvitað sinn eigin tilverurétt og eigin gildi burt sér frá okkar hagsmunum og það mikilvægur vinkill að velta fyrir þessari siðferðislegu skyldu okkar gagnvart náttúrunni sjálfri en ekki síst líka komandi kynslóðum að varðveita hana og að tryggja að hún sé til staðar. Og þetta auðvitað bara grundvallar forsenda hugmyndafræði sjálfbærni. En því miður, og kannski ástæðan fyrir þetta komið svona mikið í deigluna núna, að staðan alvarleg og slæm. Líffræðileg fjölbreytni á heimsvísu í heild sinni, henni fer mjög hratt hnignandi. Og þetta hafa bara ótal rannsóknir sem spanna þessa breidd sem líffræðileg fjölbreytni sýnt fram á og hver önnur svört skýrslan á fætur annarri hefur birst nýlega og stóra alþjóðlegar stofnanir hafa tekið þetta saman og sýnt svona hver heildarmyndin og þetta bara mjög mikið áhyggjuefni og að gerast mjög hratt og þess vegna sjáum við svona dramatískar fyrirsagnir í fjölmiðlum og því að þetta mun auðvitað hafa áhrif á okkar velferð sömuleiðis. Og hvað að valda þessari hnignun? Það auðvitað mjög margt, þetta samspil ólíkra þátta en það mjög sterkar vísbendingur að því miður megi rekja þetta til athafna mannsins að stórum hluta og það sem stundum kallað sjötta fjöldaútrýmingin í sögu lífs á jörðinni sé að mestu leyti af mannavöldum. Og það svona 5 kannski beinir orsakaþættir sem mest mikilvægistir þegar kemur að þessari hnignun líffræðileg fjölbreytni og það sýndar á þessari teiknimynd þarna. Það eyðing búsvæða, það það sem lífverur finnast í náttúrunni að það svæði að skreppa saman og minnka og rýrna í gæðum. Það ósjálfbær nýting stofna, þar sem einstaka tegundir sem teljast nytjastofnar nýttir ósjálfbæran hátt þannig að þeir að minnka. Framandi ágengar tegundir, þar að segja tegundir sem fluttar viljandi og óviljandi af mönnum milli heimshluta, þar sem það raunni eiga ekki að vera og ekki aðlagar að því umhverfi, þar geta valdið gríðarlegu raski á því lífríki sem þær þá hitta fyrir á sínum nýju heimkynnum.
mengun af öllum toga hefur þetta lengi verið þekkt sem alvarleg umhverfismá og hefur alvarlegar afleiðingar fyrir margar lífverur, efnamengun í vatni, lofti, ruslmengun, hljóðmengun, ljósmengun og svo framvegis, plastmengun kannski svona nýjasta viðfangsefnið. Og svo þetta loftslagsbreytingar, þetta stóra viðfangsefni hefur þetta ýmsar flóknar og alvarlegar afleiðingar fyrir margar lífverur. En hvað rauninni býr á bak við þessum beinu orsakaþáttum? Það eru kannski þessir óbeinu orsakaþættir, það sem að keyra þessa þætti áfram. Það eru þetta bara stöðug vaxandi ásókn í ýmiss konar auðlindir til að standa undir velmegun okkar. Og þetta ef þetta ekki gert á sjálfbæran hátt, sem svo sannarlega ekki gert í dag, heilt yfir, þá það á kostnað líffræðilegrar fjölbreytni með þessum birtingarmyndum. Og síðan alls konar slæm umgengni af öðrum toga. Og þessi áhrif eru víðtæk, það má sjá þau í rauninni allstaðar auðvitað mismikið og mismunandi hátt, en heilt yfir eru áhrifin skýr og afdráttarlaus og þessi hnignun mun og þegar farin að hafa neikvæð áhrif á okkar lífsgæði. Og við erum svona rauninni stödd bara á ákveðnum tímamótum núna, ætlum við að sjá þess að hnignun halda áfram þangað til við erum bara komin út í algjört öngstræti, eða ætlum við að spyrna við fótum og breyta hlutum þannig að við getum snúið þessari þróun við. Og þessi framtíðarsýn hér til 2050 sem nú farið að tala í stefnumótun á alþjóðavettvangi eru þetta mjög falleg en hún líka afskaplega mikilvæg. Og þurfum að leiða hugann að því hvernig getum við komist allavega í þessa átt. Þetta auðvitað umfjöllunarefni í alþjóðlegu samhengi. Það kannski hefur fallið í skuggan af loftslagsumræðunni og það miður. Þetta eru bæði mjög nátengt fyrirbæri og þetta ekki síður mikilvægara. En Ísland aðili að ýmsum alþjóðlegum samningum sem fjalla líffræðilega fjölbreytni sem megin viðfangsefni og hér eru bara logo af hinum af þessum samningum. Þeir eru svona missértækir. En kannski sá mikilvægasti þessi hérna upp í horninu hægra megin, Convention on Biological Diversity, sem samningur Sameinuðu þjóðanna líffræðilega fjölbreytni, oft stytt CBD, og rauninni systur samningur samningsins loftslagsbreytingar. Þeir eru til á Ríó-fundinum á sama tíma fyrir rúmum 30 árum síðan, en eins og ég segi hefur verið dálítið í skugganum af hinum samningnum. En svona mikilvægi hans fer vaxandi og það kom vel fram á síðasta COP-fundi þessa samnings, sem heldur einnig svona COP-fundi, sem var í desember 2022, COP15. Það var rauninni tímamóta fundur því þar lá fyrir að samþykkja þyrfti nýtt samkomulag, nýja stefnu, nýja aðgerðaáætlun einmitt að takast á við þessa stóru vá sem hnignun líffræðilegrar fjölbreytni snúa þeirri þróun við. Og það var samþykkt þetta svokallaða Global Biodiversity Framework, allar þjóðir samþykktu það var alls ekki sjálfgefið og mikið fagnaðarefni að það tókst. Ég hvet ykkur til að kynna ykkur það, ég get ekki því mér fara út í þannig nánar hér, en í því felast mjög metnaðarfull, fjölbreytt og mikilvæg markmið. Ísland hefur nú samþykkt að taka þátt í þessu. Við þurfum að horfa til þess hvernig við getum innleitt í okkar stefnumótun og aðgerðir þessi markmið. Og þeir hafa snertifleti við rauninni alla geira íslensks samfélags og það ávarpað frekar skýrt í þessu markmiðum hver breið skírskotunin Nú, stefnumótun íslenska stjórnvaldum líffræðilega fjölbreytni núna í endurskoðun og í vinnslu og það stefnt að því að reyna að klára nýja stefnu Íslands á þessu ári. Það mjög tímabært og mikilvægt að það verði gert og ég hvet ykkur til að fylgjast með því og það verður ánægð að gefast tækifæri til samráðs fyrir einkageirann og endur það mjög mikilvægt. En það þörf mitt á víðtækri innleiðingu og þátttöku sem flestra hér á Íslandi til að ná árangri. Nú, hvað geta fyrirtæki gert? Það verður auðvitað fjallað þetta í mörgum erindum hérna í dag, þannig ég ætla ekki að fara mjög nákvæmlega út í það, en það svo mikið sérfræðingur því hvað fyrirtækin eru svona grúska í þessu. En í þessu samkomulagi hjá Sameinuðu þjóðunum var eitt markmið sem fjallaði sérstaklega ábyrgð og hlutverk fyrirtækja. Þannig það skýrt tekið fram að fyrirtæki, sérstaklega stærri fyrirtæki sem hafa mikil áhrif, eiga að taka virkan þátt. Og eins og verður fjallað hérna í dag og þið vitið vel þá líffræðileg fjölbreytni orðin kannski dálítið skyndilega mikilvægur þáttur í alls konar sjálfbærnistöðlum og öðrum kerfum sem fyrirtæki vilja nýta sér. Nú, og fyrirtæki þurfa að geta lagt mat á áhrif sinna starfsemi á líffræðileg fjölbreytni og það mikilvægt að hafa það í huga að þetta þarf að vera gert bæði á alþjóðlega vísu
og líka svona lokal vísu. Og kannski alþjóðlega samhengi kannski það sem allir þurfa að rýna því þetta snýst auðvitað framleiðslu, módel, virðiskeðjur og vistspor þeirra og fjárfestingar. Hvernig geta fjárfestingar haft jákvæðar afleiðingar, fjárfestingar í verkefnum sem til dæmis fela í sér einhvers konar náttúruvernd, endurheimt, sjálfbærni. En auðvitað í grunninn hlýtur þetta snúast einhvers konar breytta sína auðlindanotkun. Það ekkert að horfast í augu við annað en að við þurfum samdrátt almennt í auðlindanotkun. Við getum ekki halda áfram eins og við erum vön. Því annars bara myndi þessi hnignun halda áfram óbreytt. Þannig að meira áslaguna auðvitað sjálfbærni, betri nýtingu, hringrásarhagkerfi, allt þetta tengist þarna inn í. En svo auðvitað mörg fyrirtæki sem starfa á Íslandi og eru að gera ýmislegt hér á Íslandi sem hefur áhrif á líffræðilega fjölbreytni á Íslandi og það auðvitað atriði sem við til dæmis á Náttúrufræðistofnun mikið spurðum. Því að við erum jú stofnun sem hefur þá ábyrgð að halda utan upplýsingar náttúru Íslands, allavega á þurrlendi. Og það auðvitað alls konar almennur rekstur fyrirtækja sem hægt að skoða því samhengi, áhrif á mengun til dæmis af starfseminni, rask og truflun hér og þar í náttúrunni og auðvitað stærri framkvæmdir, þær fara auðvitað í gegnum umhverfismatsferli og það líffræðileg fjölbreytni mikilvægur þáttur, gæti kannski verið viðameiri. Landnotkun auðvitað svakalega mikilvægt atriði því að búsvæðaeyðing kannski fyrst og fremst afleiðing af landnotkun sem hefur ekki verið nægilega vel ígrunduð eða farið einhvern veginn fram úr sér og það mikilvægt að rýna einstök verkefni, skoða raunverulegar þarfir fyrir landnotkun og finna þetta jafnvægi í þá líffræðilega fjölbreytni. Síðan auðvitað að styðja alls konar jákvæð verkefni því miður erum við ofta frekar veikum mætti hér á Íslandi að ná fram svona jákvæðum markmiðum með til dæmis með verndun eða endurheimt. Við þurfum að gera miklu meira. Við erum að sumu leyti heppin hér á Íslandi að það meira eftir af ósnortinni náttúru heldur en til dæmis mörg nágrannalönd okkar í Evrópu. En við erum samt að sjá hraðar breytingar líka til eins verra hér. Þannig að við þurfum að staldra við og tryggja að þessar jákvæða aðgerðir fái meiri skriðþunga. Úrbætur í fráveitu og mengunarmálum, stórt verkefni sem oft reynist til dæmis sveitarfélögum mjög þungt. Þetta skiptir líka miklu máli að ná góðum árangri. Og svo bara aukin fræðsla og upplýsingamiðlun, meiri vitundarvakning þetta, þeim fleiri sem eru með á nótunum, þeim auðveldara að ná árangri. Mér langar að benda á að við erum líka að takast á við loftslagsvandann og svo ýmsa samfélagslega vanda og stundum stangast þetta á, það að segja markmiðin og aðgerðirnar til að ná árangri sem ólíku geirum geta stangast á og minnst þessi skýringamynd sem tekin úr sameiginlegri skýrslu vísindanefndar loftslagsbreytingar og annars vegar vísindanefndar líffræðileg fjölbreytni sem unnu saman og verið að skoða þessa samlegð aðgerða gegn loftslagsbreytingum og fyrir líffræðileg fjölbreytni. Og það komið í ljós að sumar aðgerðir fyrir loftslagsbreytingar geta í rauninni haft neikvæð áhrif á líffræðileg fjölbreytni og jafnvel öfugt. En hins vegar eru til aðgerðir þar sem ljóst að samlegðin jákvæð fyrir hvoru tveggja og þarna bættu svona þessum félagslega vinkli sem þetta skiptir líka meira og meira máli og má benda á að í alþjóðlegu umræðum endur líffræðileg fjölbreytni mjög veigamikill þáttur og það kannski stýrist af því að sjónarmið og hagsmunir til dæmis frumbyggja samfélag vega mjög þungt þar. Við kannski erum ekki með það hér á Íslandi en erum kannski með einhvers annars konar samfélagslega vinkla sem við getum sett í þetta samhengi. Þannig að við viljum vera græna megin en ekki rauðu megin og við verðum að forðast mótvirkandi aðgerðir. Auðvitað stundum þarf að vera einhvers konar málamiðlun, það bara eðlilegt. En við getum, og við vitum því miður dæmi þar sem valin hefur röng leið sem hefur haft slæmar afleiðingar. Og bara svona mjög drastískt dæmi að byggja vindmyllugarð þar sem mjög mikið haferni. Það var til dæmis gert í Noregi og afleiðingin var fjöldi af dauðum haförnum. Þetta kannski svolítið grótest dæmi og pínu einföldun bara varpast upp svona. En þetta snýst atriði eins og til dæmis þetta. Og við erum nú til dæmis bara komið mjög stutt á veg með vindmyllu áfram hér á Íslandi en þau munu komast á dagskrá, það engin undankomuleið fram hjá því. En þá getum við vandað okkur. Við erum með mismunandi svæði með tilliti til dæmis til fuglalífs. Nú, bara rétt í lokin, þið auðvitað sem eru að díla kannski við að reyna að finna upplýsingar áhrif starfsemi ykkar fyrirtækja á líffræðileg fjölbreytni á Íslandi. Þið þurfum að hafa einhverju upplýsingar í höndunum
og þar komið til með stofnun eins og við og margir fleiri við sögu því að við búum yfir alls konar gagnlegum upplýsingum og það töluvert til þeim sem betur fer og sem dæmi upplýsingar sem hafa töluvert verið notaðar eru kortlagning vistkerfa sem Náttúrufræðistofnun hefur unnið að, útbreiðsla og upplýsingar fuglategundir, við vitum frekar mikið fugla og hafum til dæmis skilgreint mikilvæg fuglasvæði, válistar, það tegundir sem eru metnar í sérstaklega hættu, það að horfa sérstaklega til þeirra. Við vitum ákveðnar tegundir sem eru ábyrgðategundir í alþjóðlegu samhengi, það sem Ísland sérstaklega mikilvægt fyrir velferð þeirra tegunda, þetta eru kannski sérstaklega fuglategundir en líka til dæmis fiskistofnar í sjó og fersku vatni. En það mjög mikið að gloppum ennþá. Við erum bara að fá á Íslandi og það fullt sem á eftir að rannsaka og kortleggja. Þannig að það eru atriði þar sem við bara hreinlega erum ekki með nægar upplýsingar og það mikilvægt að hafa í huga því að bæði þarf auðvitað að bæta úr því en það líka að svona átta sig á því að við erum kannski ekki með alltaf alla myndina. Og bara nefna það nokkuð dæmi, okkur vantar tilfinnanlega meir upplýsingar skordýr og sveppi og líka ástand vistkerfa, það töluvert núna svona krafum að geta lagt mat á í hvaða ástand ákveða vistkerfi og hvernig getum við bætt það ástand til dæmis með endurheimt. Þetta hefur ekki verið kannski kortlagt nægilega vel og aðferðafræðin ekkert alltaf mjög skýr og síðan merkilega lítið rannsakað hvaða áhrif þessar stóru ógnir sem ég nefndi áðan eins og loftslagsbreytingar og mengun og ágengategundir og svoleiðis eru að hafa hérna á Íslandi. Við vitum ýmislegt en við þyrftum að vita miklu meira. Og bara hérna að lokum, það fullt af aðalum og hér bara hent upp logoum og þetta ekki tæmandi listi og þetta allt opinberar stofnanir sem eru að sinna einhverju rannsóknum og búa við mikilvægum upplýsingum. Það eru út allt land, stórar sem litlar, þannig að það bara mjög mikilvægt að vera í góðu sambandi við þessa aðila og það stundum ekki alltaf sá sem að þetta hug sem kannski hefur bestu upplýsingarnar. Síðan auðvitað eru fleiri, það eru einkafyrirtæki, það eru einstaklingar, háskólarnir náttúrulega, það eru einstaklingar sem búa við þekkingu og svo framvegis. Þannig að það mikið verk framundan en við byggjum á ágætum grunni sem við skulum endilega nýta okkur. Takk fyrir. Kæra þakki fyrir þetta, Snorri. Það sem að ég fór að hugsa þegar þú varst að spjalla hérna var, þið munu í Rómaveldi til forna, þá þeir sem að hlutu svona klassíska menntun, þeir hlutu bara menntun í öllu. Og mér svolítið þess að við sem vera að snúa aftur á þann stað. Við þurfum að hætta að hugsa þetta í svona rosalega miklum sérhæfingum og þurfum að fara að læra að hugsa hluti meira heildrænt einhvern veginn. Og mér langar líka að hvetja ykkur til þess þegar þið eruð að nálgast þetta verkefni inn í ykkar fyrirtækjum og eru að ræða þetta við ykkar samstarfsfólk, ekki kynna þetta sem eitthvað eitt nýtt, heldur þetta bara vítt á því sem við nú þegar búin að gera. Við erum búin að vera að vinna mikið með loftslagsmál, held ég flestir, komum þið svolítið vel að vegi því. Þetta vítt í því, ekki eitthvað glænýtt, þetta svo samhangandi. Loftslagsbreytingar, þær knýja áfram breytingar á líffræðilegu fjölbreytni en hnignun líffræðilegrar fjölbreytni auka líka áhrifin af loftslagsbreytingum, þannig að þetta allt gjörsamlega samtengt og það sama við á síðan önnur verkefni sem tengjast þarna inn eins og félagslegi vingillinn og hringrás og hagkerfi og svo framvegis. Þetta við þurfum bara að fara að læra að hugsa þetta allt sem einhverja eina heild og það smá ný hugsun og við þurfum að æfa okkur svolítið í því. Mér langar að minnast á að það verið að taka upp fundinn, þannig að það hægt að horfa á seinna eða deila honum með einhverjum öðrum sem ekki hafa tækifæri á að sitja fundinn og við vorum ekki búin að ræða það fyrirfram en ég vona að þeir sem eru hér að tala séu tilbúin til að deila glærum því að það voru frábæra glærur, Snorri, og ég viss að það eru margir sem hafi værið til að glugga í þær aftur síðar. Nú ætla ég að skipta yfir í ensku and I would like to present James Dath. I'm not sure I'm pronouncing the last word correctly, but that's my best shot. He is a technical lead for data and analytics at the Task Force for Nature-Related Financial Disclosure, or TNFD, as you might know it. So, James, the floor is yours, and I'm really looking forward to listening to your speech. Welcome. How do I do? Yeah. Is this forward here, is it? Yes. I'm sorry, I just opened the wrong ones, so you might want to present your own slides. Sorry, which one's forward? You just use this one. Okay, perfect. Yeah. Good morning, everybody. I'd like to make a quick apology. Two apologies. Firstly,
that's a very good presentation, but I didn't understand a word of it, and I'm sorry I don't speak any Icelandic, so I'm sorry about that. And I'm sorry if I repeat anything, having not understood it, but having looked at the diagrams, I think I agree with everything that you said. I hope I agree with everything that you said. So this is my first time to Iceland, and as my plane was coming into land, I couldn't help be struck by the dramatic landscape below. There's no doubting the sort of the stark raw beauty of this land, shaped by the elements, fire, ice, water, and wind, but also it bears the scars of human settlement. Now, I won't again pretend to have read any of the sagas, but I know a fragment of Iceland's history. I know how the first settlers arrived to a much more forested land, and arrived. There's rapid clearing to use that for timber, for charcoal, for firewood, but also to clear the land for pasturing. And we're all aware, you more so than us, about the ecological consequences that followed. Which I would say that it's a powerful reminder of the delicate balance between human activity and resilience of nature. I'm glad the volcano is one of them is behaving themselves at the moment, as I saw from the airport. No, technically minded here. How do we do this? Should you use the road? No, sorry. Am I doing Did some you try rolling this now? one? Ah, that one. Sorry. There we go. Hide that one because I'll use that. I'll put that over here. Perfect. Yes. So globally, we continue to degrade the natural world at an alarming rate. I think we've already heard a lot about that, risking the destabilization of the Earth systems that underpin our well-being as outlined by the Planetary Boundary Framework. And this declining health and resilience of the Earth systems is clearly reflected in risk perceptions. The table on the right was taken from the World Economic Forum Global Risks Report and indicates what the key risks are over the next 10 years. And it's pretty clear to see the nature-related risks high up on that list. But we're seeing a greater alignment with regards to the key building blocks for contextualizing the global economy within the confines of the natural world. The Economics of Ecosystems and Biodiversity Initiative, launched back in 2007, drew attention to the economic benefits of biodiversity and the growing costs of its decline. And more recently, the Dasgupta Review in the UK has driven this point home. Our economic models fundamentally are flawed because they fail to account for nature's true value and the limits of its resilience. And within these bodies of work, of which there are a number, there are three key ideas. One is about understanding our dependencies. We depend on thriving ecosystems, including healthy soil, far more than we often realize. They underpin our food systems, economic activities, and societal well-being. The other point is managing risk. Nature-related risks like soil erosion, biodiversity loss, and climate impacts threaten not just the planet, but the very stability of our economies and indeed financial systems. And finally, the third point is around driving transparency and accountability. By measuring and disclosing our impact on nature, we can hopefully pave the way for better decisions and a redirection of financial flows to a future where both nature and our economies prosper. I won't be repeating what my esteemed colleague was talking about before, but it's interesting to see that nature and climate risks are two sides of the same coin. Within economic modelling, you'll see a lot of work around climate risks, but less so perhaps around nature. And I think it's really interesting, certainly attending a number of different COPs over recent years, last 5 years, and Climate Week in New York. It's interesting to see that nature is now being talked about in the same terms as
climate. It's two sides of the same coin. And I think that's very, very important, because you won't reach your net zero targets unless you can address key issues with regards to nature. So, with regards to the TNFD, so first of all, has everyone heard of the Task Force on Nature-Related Financial Disclosures? No? Don't be shy. I won't run away and have a tantrum. Has anyone heard of the Task Force on Nature-Related Financial Disclosures? Thank you. Okay, that's good. So the TNFD, and again, sorry for the sustainability acronyms, but the Task Force on Nature-Related Financial Disclosures. So our mission is to support, as I've said before, a shift in global financial flows away from nature-negative outcomes to nature-positive outcomes. And again, as mentioned before, to align with the Global Biodiversity Framework signed at COP15 in Montreal last year. It's a market-led approach, so we have 40 task force members, and we're glad to have one of the task force members here at the front row here. And we have over 1,500 supporters in the forum. The framework is science-based, so we lean heavily on 20 of the world's leading scientific standards and partners to ensure that it's scientifically credible. And it's supported by the G7 and G20 governments. And this is important to give the framework a credibility. So as I said this already, we have an extensive forum. I'll talk about that later. And indeed, I recommend you joining the forum, which is a very interesting way to understand the onward developments of the framework. And it's good for us to understand and get feedback from market entities more broadly. But I think it's important to understand that this is a growing a growing initiative which has been, I guess, 2-3 years in the making, and it's great to see the continued momentum that we're basically gaining. Now, again, there's a bit of a word salad of sustainability acronyms there, but I think what we're trying to show here is the importance of the interoperability and consistency. So, as I said before, we lean heavily on scientific foundations and definitions. We work with IPCC, IPBES, and CBD. We're drawing on rigorous scientific assessments. And we're aligning with the definitions and goals laid out on the Convention of Biodiversity, or Biological Diversity, the CBD. In terms of existing frameworks, disclosure frameworks and standards, again, we're not looking to reinvent the wheel. We are aligning with the Global Reporting Initiative, the GRI, and the Sustainability Accounting Standards Board, the SASB. I'll be giving you a test later on what all these mean, and the Climate Disclosure Standards Board, the CDSB. So again, the point here is we're aiming for compatibility to again avoid creating an entirely new reporting burden by acknowledging what is already in play and current landscape for businesses which are navigating. And we're cognizant of the fact that businesses, financial institutions only have a finite amount of resource and capacity. So, what have we published? And I'd say this has been the culmination of 2 years' work within the task force. And the framework, the risk and disclosure framework, was released last year, September, October last year, at the New York Stock Exchange. And again, this is all available on our website, and I would highly recommend you going to have a look. But essentially what we have put out is a list of recommendations with some additional guidance, both on a sector-specific basis and a biome guidance. And we've also put out a number of discussion papers to further stimulate the ongoing conversation within the market. And again, this is all available on the website. Again, I don't want to overemphasize this point, but I think it's important to understand that there's still an emerging global architecture for nature-related
corporate reporting. And so, based on the experience of the TCFD, the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, we wanted to ensure that we were just continuing that kind of pathway. Entities are relatively familiar with the TCFD, so we wanted to ensure that what we did fitted very, very much in line with that work. And so that was absolutely central to that point. So there are kind of three related pathways here. First is, companies were always going to start adopting on a voluntary basis, and that is what we've seen with climate. Second, the recommendations, our recommendations can inform further standards development. So hopefully we'll be seeing that with regards to the ISSB, and indeed we've already seen that with regards to GRI. And then finally, the recommendations can start to inform regulatory developments led by regulators in different jurisdictions. And we've got to be mindful of the fact that there are differences in different regulatory regimes. So it's not about being super prescriptive, following one. We need to be cognizant of the fact there are different sensitivities in different regions. So the recommendations, in short, include a set of conceptual foundations, 6 general requirements, and 14 recommended disclosures and implementation guidance for each of the recommended disclosures across all sectors on those ones. And the approach, as I said, is consistent with the ISSB's IFRS general requirements and the GRI's requirements, which use the same structure, language, and approach of the TCFD. And we set out conceptual foundations and general requirements, hopefully creating consistency. Again, let's not go through that in detail. I won't be testing you afterwards. As was mentioned earlier, around the Global Biodiversity Framework, we are essentially trying to enable that to be worked around Target 15. And what you saw is over 200 governments committing to these goals. So it's really important that we are able to align with that. So in terms of the enabling the materiality, the TNFD's recommendations have been designed to accommodate different approaches to materiality, now being applied in jurisdictions around the world. As I said earlier, it's important that we have that flexibility to accommodate the different regulatory standards globally. And they can be applied through 2 materiality lenses. First, it can be applied to meet the material information needs of a capital providers. So this is consistent with the ISSB and indeed the TCFD recommendations. The focus is on risk management and how dependencies and impacts on nature create risks and opportunities for organizations' financial position and indeed their prospects. And second, it can be applied to meet the material information needs of stakeholders focused on impacts. And this is aligned with a broader materiality approach, again reporting against both the ISSB and the GRI standards. We're not going to go through this in detail, but essentially we have 14 recommended disclosures. If you're familiar with the TCFD disclosures, we have taken all 11 disclosures carried over, and then we have 3 additional recommended disclosures. One on engagement with Indigenous people and local communities and affected stakeholders, another on interface with the priority locations, and finally one on value chains. Again, this is all readily available on the TNFD website. So I think separate or different to climate, which I say is relatively straightforward, I think a key point
when looking at nature is the location specificity. And it's really important to understand that. So we've done a lot of work on that and putting in criteria, understanding areas of importance for biodiversity, areas of high ecosystem integrity, areas of rapid decline in ecosystem integrity, and areas of importance for ecosystem service provision. And it's really important to try and get an understanding of where companies and financial institutions have those issues or the intersects. So I suppose in terms of the metrics, and I won't hopefully go into too much detail here, because again, if you haven't heard of the TNFD, you might be thinking about something else. But I think from our perspective, the goal is to try and enable the provision of quantitative data that is science-based, practical to collect at a reasonable cost, and that's very important. Decision useful, able to support cross-sector and sector-specific comparisons, again, very important. Assurable on an annual reporting basis, and aligned with the Global Biodiversity Framework goals and targets. This is what we've tried to set out in putting forward those metrics. And in terms of the underlying approach, so we identified over 3,000, I think it was over 3,200 metrics from existing standards developed and collected over many, many decades. Now, what was interesting around that was there were relatively few measures of dependencies. And there was no widely accepted measures for nature-related risks and opportunities to an organization. So there's still a significant bit of work that needs to be done here. Again, we were talking about, I think I saw one of the earlier slides, the IPBES drivers of change, and we've very much focused our approach as that being a kind of a central anchor. It's important to say, I suppose, it's difficult today for business and finance to access data, or I suppose measure directly changes in state of nature around the world against a baseline, or indeed reference consistently and on an annual assurance basis. But measurement of drivers of change is easier to start with, and certainly attributable directly to business and finance. So that was our rationale. Again, what we wanted to do with the drivers of change, we wanted to look at both negative and positive impacts. And we've made a distinction between mitigating negative impacts and contributing to positive impacts on nature. And I think it's important to also look at the separate reporting on negatives and positives, and not have net reporting. And also to try and recognize new products and business models and contributions to a nature positive outcome or indeed outcomes. So again, I'm not going to go into this. There's always a rule when you put slides together, you're supposed to have less is more, but I haven't really followed that with some of these slides. So, as I said before, there are, I guess, market user concerns around metrics that are in use today. There are time lags, there are consistency issues, and there are comparability issues. Again, we've looked at all that in detail and tried to work through that. But we felt there's a leading indicators approach necessary for disclosure, as indeed with company accounts and national economic accounts. So that's what we've looked at, and we've taken extensive input from the knowledge partners that I mentioned earlier. So you have the internal assessment metrics, and then you have the external disclosure metrics. And as I said before, so we looked at whatever it was, 3,200 metrics, and then we looked to try and distill those, or a number of those, down to a tighter number in terms of the disclosure metrics. And that is a difficult balancing act, because you have a lot of quantitative metrics here, which then has to be this level of subjectivity to get to that point
comfort for the external disclosures. But hopefully, with all the market feedback, we've got to a good place on it. So again, in terms of the approach, we haven't been prescriptive at this stage. We've the idea being that we want to be practical. Again, understanding the current limitations within the market, we want to be flexible and adaptable across numerous different sectors. And so this just shows you, hopefully, an understanding of this approach that we've taken. Again, I'm not going to go into this in detail, but at the heart of this framework is the LEAP process, which is the L for locate, to sort of understand the interface with nature, you evaluate the dependencies and impacts, and then you assess risks and opportunities, and you prepare to respond and indeed disclose. Again, this is all available on our website, and I won't go into detail here. But I think it's interesting that we have core global metrics, we have core sector metrics, and then we have additional metrics where relevant and decision useful. And it was important to have both the cross sector and indeed the sector specific metrics for comparability and greater use. So within what we have released, we have issued in draft for consultation metrics for a number of different sectors. Again, I won't list them here, but we have been gathering that, and we'll be looking to expand that list of sectors as we continue the work streams through 2024 and 2025. And again, it's really important that what we put out goes to the market for consultation, and then we get feedback and continue. Everything that we've done within the TNFD has been done on an iterative basis, which is important. So again, I would welcome any feedback that you are able to provide. And we've already covered that. So in terms of the recommended disclosures, we have these 14 core global indicators, but we have 9 focused around dependencies and impacts, and then 5 on the risks and opportunities. Now, for the 14 core global indicators and specific metrics, they are for to be reported on a comply or explain basis. Again, the full detail on this is, I think, in Annex 1 of the final report. So the 9 core global impact and dependency indicators are organized, as I said before, around the 5 drivers of change, which is identified by IPBES. And as I said again, it's aligned to the goals of the GBF, and indeed refer to the TCFD and IFRS S2 for climate change mitigation metrics. And the 5 risk and opportunity metrics are obviously recommended for all organizations. So we've done that. So we also have some recommended disclosures, albeit in draft, for financial institutions. And this, we put that out to consultation. I think the consultation period has just actually closed last week. But it would provide additional guidance for those recommended disclosures that the TNFD has deemed as appropriate and useful to provide specific guidance for financial institutions. And the guidance uses general formulations that can be applied to subsectors within the finance sector. So banks, insurance companies, asset managers, and asset owners. And again, we are still kind of working through that. We're I guess cognizant of the point
that a lot of financial institutions would claim to be one step behind. They need to wait and see what companies are disclosing before they can make the assessments themselves. They also have the issues of dealing with large portfolios and scale. So cognizant of these points, but hoping to get something out beyond draft in the next couple of months. So where to start? For a lot of you, I see in the room that there's a bit of reading to be done, if there's appetite to be done from the website. But we're not prescriptive in terms of how to get started, in that each and every organization has a different way and different sensitivities. And so we actively encourage entities to adopt their own pathways. And there's numerous different ways of doing that. During the ongoing development of the framework, we had, I think it was about 200 piloters. Is that right? Let's say 200 piloters. It's a good number. It was a lot of different companies and financial institutions were piloting the beta framework. And it was really useful for us to get an understanding of what was possible, what was not possible, where there were hurdles and where there were successes. And so we've been building that into the onward framework development. But I think what we see now is, as well, entities really want to get an understanding of, okay, the framework is robust and sound. How do we as an entity in a specific sector under a specific regulatory regime, how do we engage with this? And so they want to see pathways to success. So we are continuing to try and highlight what was worked on within the piloting scheme. We're also now starting a community of practice, again, looking at different sectors, different regions, to try and help entities get around the table to understand, what they should be doing and how they should be looking to adopt the framework. Again, I would invite you to join some of those. As I said at the start, we've had a lot of momentum. So in Davos, we had 320 early adopters of the TNFD. It's great to see it spread globally and indeed across numerous different sectors. There's still an inordinate amount of work to be done, but it is great to see that we've already got a significant amount of momentum behind us. James, I'm sorry to interrupt you. We have very little time left. Oh, so I well, really want people to be able to ask questions. So last slide. Okay, there we go. Perfect. I was hoping no one asked any questions. So as I said, yes, we are continuing the work streams over the next couple of years. We need to do a lot more work on the underlying metrics. We're doing more of the sector-specific work, sector guidance, and working with regards to value chains. I would just quickly say on the data piece, I lead the work on the nature-related data catalyst and the tool catalog, which is found on the underlying website. But we are now looking to do a bit of work around a nature-related public data facility. These words are all trying to get stuck in my mind. And the idea there being is the nature-related data space is very siloed. It's difficult to access data. It's not all in the same format. So how do we get to a place of comfort and robustness with this data? So we've had support from the G7 governments to put something together. We'll be drawing up a blueprint of this this year and presenting it in Cali, COP16. I will stop there for any questions. Thank you. Thank you so much, James, and please stay here with us. We would like to welcome questions from the room, and just raise your hands, and we have a microphone over here if you have a question. Yes, we have one here. Concerning the core sector metrics, will you have energy production and utilities? Yes, Yeah. yes. So we have actually we have published some draft guidance or some guidance for that sector. But yes, absolutely. Okay. Go on over there, and then.
Thanks for an excellent presentation. Would it be possible to see an example of a report the company has done? I think that always helps to see one example. Yes, absolutely. We are going to put examples on the website so entities can get a sense of, and conscious as well, there'll be differences. There's a number of Japanese companies that are already doing this, but there might be different sectors. But absolutely, it's important so you can see those pathways. So if it hasn't been done yet, it will be done shortly. Yeah, thanks for a very interesting presentation. I'm coming from the fishery sector in Iceland. Very important for Icelanders, but globally not so overly important. So I'm wondering to which extent, given the fact that we have 70% of the globe covered with oceans, more or less, to which extent have the recommendations been prepared with fisheries and food production from the wild in mind? Yeah, that's a great question and something I probably skirted over without too much detail. So we're cognizant of the fact that we need to do more with regards to the ocean realm. And then one of our work streams for this year is to focus on the ocean realm. One of our sector-specific working groups has been working with aquaculture and fisheries, and we've been gathering feedback from those sectors as well. And we've got a draft publication which we're working through at the moment, which we'll be looking to come out in the next couple of months, specific to that as well. How do you see Can you wait for the microphone, sorry, because we have a recording. Thank you. Thank you. I was going to speak loudly, but how do you see the connection between TNFD and the science-based targets for nature? How are you working together to make it comparable? They're also developing guidelines, the ocean guidelines they're developing right now. So yeah, I would love to get your feedback on how these two initiatives can complement each other. Yeah, again, a great question, and one that's often asked. So they very much work together, and it's very important that people understand that it's not an either or. It's very much a kind of a hand in glove. I see the SBTN guidelines as the why, and then the TNFD framework is the how. So if that makes sense to you. So in terms of, I guess, the framework provides the practical function. Once you've been setting your targets and understanding, then the framework shows you how you can then implement them. But it's very important for us to have been working very, very closely with SBTN. Yeah, maybe just to build on that. So when we look at the collaboration of the TNFD and EFRAG developing the ESRS standards under the CSRD, sorry for the soup of acronyms, but so like looking at Europe specifically, like what does the collaboration between the TNFD and the EU reporting requirements look like? So I wouldn't use the word collaboration, but I would say we are very very aligned with the work that they're doing, and it's very important that we continue to have an open dialogue with EFRAG, and that continues to become ever closer over the next couple of months. But what can I say about it? It's obviously our focus is around ISSB, and that's coming through. So one of my colleagues is working very, very closely with EFRAG and the other regulators to ensure that whatever we put out has the flexibility to be embedded in that work. But again, we are a global framework, and so it's ensuring that we have that ability not to be prescriptive and too tied to one entity. Thanks. And I think just to add to that, I think the reason I'm asking is because looking at the ESR standards, they are actually recommending recommendations developed by the TNFD. So I think that's interesting. As you say, it's not only on how the TNFD aligns to the requirements of the EU, but it's actually the EU leaning on the TNFD and the work you've done to sort of for practical guidance on how to assess nature-related risks. So yeah, thanks.
Can I ask one question as well? I was curious about, do the guidelines, do they address the sort of the recommended scope that companies should be taking geographically, where concerning the value chain? How far do they go? Where do they stop? Yes, yes, is the short answer. I think we are still doing a lot of work around value chains. To be perfectly honest, it is very, very difficult to get a sense of where to stop on that. There are significant issues around the data collection. Data is not free, so where do you stop, and who's then paying for that underlying data? We've been having conversations about this for some time and not coming up with any answers yet. But this is something that we're absolutely looking at, and it sits central to that work, right? Because there's so many complex supply chains, value chains that need to be looked at for the indirect exposures. I think we're going to have to stop the questions here, just time-wise. So thank you so much, James. Good round of applause for James. I just want to shortly say that concerning the sort of word salad, like you said, we're really thankful that we're trying to align this with the other things that companies already have to address and report on. So that's excellent. En talandi orðasúpu, að þá akkurat næsta erindi okkar að fara að fjalla svolítið orðasúpuna. Og það hún Snjólaug Ólafsdóttir, dóttir Snjólaug Ólafsdóttir, sem akkurat leiðtogi vöruþróunar og viðskiptatengsla hjá Svarma. Svarma eitt af þessum frábæru fyrirtækjum hérna heima sem að bjóða upp á þjónustu og styðja fyrirtæki í þessari vegferð að reyna að kortleggja líffræðilega fjölbreytni og áhrif á líffræðilega fjölbreytni. Og fyrirtæki auðvitað standa fram fyrir því að það þessi súpa sem við þurfum öll einhvern veginn að vera að skilja og Snjólaug spyr hérna, talar engin mannamál hérna? Hlakka til að heyra svari við því. Gjörðu svo vel, Snjólaug. Já, komið sæl. Virkilega gaman að sjá ykkur öll í dag. Gaman hvað vel mætt og margir sem áhuga á þessu topiki. Já, ég ákvað aðeins svona að mér langar og ég ætla að reyna að pakka hlutunum saman, kannski þegar verði örlítið skiljanlegri. Það ýmislegt í gangi og alls konar hugtök sem við erum að læra og nýtt lingó á ferðinni. Og bara svona til að byrja með örstuð, hvert við komin, þetta Snorri kom inn á þetta, við vitum að líffræðileg fjölbreytni og bara heilbrigð vistkerfa hnignandi. Og við sjáum fréttir dag frá degi til dæmis að það bara lífshættulegt að vera umhverfisaktivisti í sumum hlutum heimsins. Og svo frétt frá sem að fréttamenn höfðu komist að því og voru í rannsóknarvinnu að það var verið að höggva náttúrulegan skóg til þess að setja í brennsluofna þar sem var verið að framleiða fyrir okkur född. Þannig að það ýmislegt í gangi í virðiskeðunum okkar sem að við vitum ekki og erum núna að fara að reyna að tækla það með því sem við höfum verið og til umræðu hérna í dag og ég ætla nú ekki að fara við þetta, kannski þriðji ræðimaður að ræða saman hlutin en mér langar að benda á að þetta samkomulag sem náðist þarna á 2022 því líkt við Parísarsamkomulagið og þarna talað og áhersla lögð á hlutverk fyrirtækja og einkageirans. Og ef við hugsum hvað gerðist og búið að gerast í atvinnulífinu síðan 2015, þá vitum við og sjáum hvaða búin að vera mikil og aukin áhersla á að við vitum kolefnissporið okkar og greinum frá og draugum úr og allt þetta og þessi pressa hefur verið að aukast. Þannig mér langar bara að benda á þetta. Þetta líffræðilegu fjölbreytileiki næsta kolefni. Það er þannig. Og mér langar að segja bara benda á það. Og Evrópusambandið auðvitað að taka á skarið varðandi þessi mál öllsumul, búin að setja sér mjög stór og mikilvæg markmið, samþykkir þarna European Green Deal árið 2020 og núna sjáum við lög og reglugerðir koma bara í stríðum straumum frá Evrópusambandinu til þess að þau ná í sínum markmiðum. Og auðvitað þarna þessar skammstafnir sem við þekkjum eins og CSRD og SFDR en svo líka núna ný lög sem eru bara núna nýsamþykkt verndun náttúru og lífríkis innan Evrópu. Og þar kemur fram að lönd innan Evrópusambandsins skuli endurheimta að minnsta kosti 30% þeirra vistkerfa sem falla undir löggjöfina, sem að minni viti eru nú vel flest vistkerfi,
og hérna, endurheimta þau sem eru í slæmara ástandi yfir í gott ástand fyrir 2030. Það er að segja á næstu 6 árum. Og síðan fyrir 2040 60% þessara vistkerfa og svo 90% fyrir 2050. Og þarna eru inni landbúnaður og hérna ósnortin náttúra og allt þetta, eða ósnortin þá er það ekki að salapa. Þannig að hérna, já, og þetta auðvitað á að vinna með öllum þessum lögum og reglum og stefnum sem að koma frá Evrópusambandinu. Þetta á allt að vinna saman og við ætlum öll að hérna, ná settu marki í sammenningu. En svona bara aðeins málana því að við erum auðvitað öll núna að skoða CSRD og þessa nýju tilskipun sjálfbærni upplýsingagjöf og að vinna okkur í áttina því að skila sjálfbærni skýrslum samkvæmt ESRS stöðlunum. Þetta eru auðvitað staðlar sem eru viðameiri heldur en við höfum áður tekist á við og þarna lögð áhersla á fleiri þætti heldur en bara mæla og greina frá. Heldur þurfum við þarna að innleiða sjálfbærni inn í viðskiptalíkanið okkar, inn í áhættugreiningar, almenna stefnumótun, ákvarðanatöku og stjórnendur þurfa allt í einu núna að vera að bera ábyrgð á og skilja áhættur og draga úr áhættum á hlutum sem að hefur kannski ekki verið þekking á áður. Þannig að það er ýmislegt þarna nýtt sem að ber á góma og auðvitað liggur þarna þetta allt saman á herðum, tvöföldu mikilvægis greiningarinnar sem við erum öll núna á fullu að vinna í. Þar sem við erum að meta áhrif sjálfbærni þátta á fyrirtækið og áhrif fyrirtækisins á sjálfbærni þætti. Og þarna erum við að skoða hvernig höfum við áhrif og svo hverju erum við háð til þess að geta metið svo tækifæri og áhættur. Og mér langar bara aðeins að stoppa hérna við og tala nokkra hluti til þess að sem við náum þessu öll sem öll. Snorri talaði einmitt vistkerfisþjónustuna og hvað við erum að reyna að nota frá náttúrunni. Og þarna er skilgreining framlag vistkerfa til efnahagslega ávinnings og annars ávinnings í mannlegu samfélagi. Hvað er þetta? Og auðvitað höfum við heyrt mikið býflugurnar, ef ég er að rækta einhvers konar grænmeti eða ávexti þá þarf ég flugur og skordýr til þess að frjóka fyrir mig plönturnar. Þær gera þetta alveg ókeypis. Ég þarf ekki að borga þeim, það er ótrúlegt. Og þess vegna er þetta vistkerfisþjónusta sem er ekki metin til fjár en ég vissulega þarf á hana að halda til þess að geta haldið upp í mínum rekstri. Og þegar við tölum hæði á náttúru eða nature related dependencies þá eru það þessi náttúrugæði og þessi þjónusta sem ég er að fá bara alveg ókeypis en ég þarf virkilega á að halda til þess að geta haldið minni starfsemi gangandi. Og það er þessi hæði, þetta dependency sem við erum að skoða í þessari mikilvægisgreiningu. Hvar er í náttúrunni? Er ég að taka eitthvað sem ég get ekki verið án? Og svo áhrif á náttúru, nature related impacts. Hvar er ég að breyta ástandi náttúrunar með því sem að við erum að gera eða virðiskeðjan mín sem að getur haft í för með sér breytingar á getu náttúrunar til þess að standa undir sér menningararfinum eða þjónustu til okkar hérna. Mér langaði svona bara að skilgreina þetta fyrir okkur, þetta er svolítið sem við þurfum að hafa á hreinu þegar við erum að skoða hvernig við erum hvort að þetta sé materiálega mikilvægt fyrir okkur þegar við erum í þessum greiningum öllu saman. Og við erum auðvitað ekki bara beðin að skoða hvað áhrif við erum að hafa, við erum líka beðin að skoða hver öll virðiskeðjan okkar er að hafa. Og þá er kannski gott að hoppa í kunnulega mynd sem er fjallan hvernig kolefnissporið okkar er hugsað, en við þekkjum það að umfang 1 eða skóp 1, það er bein losun. Og það er það sama að við þurfum að skoða okkar beinu áhrif á umhverfið. Hvernig er ég að hafa áhrif á umhverfið, hvar er ég að stunda jarðrask eða setja frá mér efni sem að skaða náttúruna eða slíkt, en svo er það öll virðiskeðjan. Allt upstream, allir byrgjarnir okkar, öll hráefni sem við þurfum að kaupa inn, hvaðan er þetta að koma, hvaða áhrif er þetta að hafa á náttúruna, hvernig erum við að skaða óbeint og síðan líka út frá okkur, hvað er ég að setja inn út, hvernig eru vörurnar sem ég framleiði, hvaða áhrif hafa þær og til dæmis leggur er í ESRS-stöðlunum áhersla á mikroplast að ef ég er dekkjaframleiðandi þá þarf ég að geta gert grein fyrir því hvað ég ger ráð fyrir að mikið af mikroplasti munu koma frá dekkjunum sem að mínir kaupendur munu framleiða með því að keyra.
Og sama með áhættugreininguna, þegar við erum að skoða loftslagsáhættu þá þurfum við að skoða þessa físísku áhættu. Hvaða áhætta stafar af mínum eignum til dæmis vegna flóða eða skógar elda eða eitthvað slíkt, en svo þessi umbreytingar áhætta. Hvar geti séð fyrir að verði lagður á skattur eða eitthvað bannað sem við erum að gera vegna breytinga á loftslagi, og þetta þurfum við líka að skoða varðandi líffræðilegan fjölbreytileika. Hvar eru bara vistkerfin orðin það illa farin að þetta verður bara bannað og við munum ekki geta haldið þessu áfram. Og við þurfum að skoða allar okkar áhættugreiningu út frá þessu líka. Þess vegna skiptir svo miklu máli að við vitum hvaða náttúruauðlindum við erum háð, hvaða skóga við erum að sækja timbrið okkar í og svo framvegis. Og hvernig, náttúrulega þetta með þetta mál náttúrulega að líffræðilegur fjölbreytileiki ekki eins allsstaðar. Þannig að það er ekki bara eins og með kolefnisspori, losun er að sama losun allsstaðar í heiminum, en í þessu er það aðeins flóknara. Og hvernig getum við fundið út úr hvað gerist í virðiskeðjunni, þá er í rauninni 2 þættir sem við þurfum að skoða. Það er fyrsta lagi atvinnugreinin. Það eru mismunandi mikið hæði og mikil áhrif af mismunandi atvinnugreinum, og það eru til ýmsar bæði skýrslur og bara tól hreinlega sem hægt að setja inn í hvað atvinnugrein ég, og þá fáum við upp smá mynd af því svona hver búist við að við sem aðalega háð og hvað áhrif við erum að hafa. En svo er það staðsetningin. Að því auðvitað vitum við það að ég sé að framleiða eitthvað í Noregi er annað heldur en ég sé að fá eitthvað framleiðslu frá kannski Asíu þar sem er minni umhverfisstaðlar og annað. En við þurfum að vita nákvæmlega hvar við erum með okkar framleiðendur eru staðsettir varðandi að vera ekki inn á svæðum þar sem eru mjög mikilvæg svæði fyrir líffræðilega fjölbreytni. Eða þá hvort við erum inn á vernduðum svæðum, og þá erum við ekki með eins frjálsar hendur í því sem við erum að gera. Sama með ef við erum með svæði þar sem er vatnsskortur fyrir og allt þetta. Þannig að það skiptir máli við skoðum þetta bæði atvinnugreinina og svo staðsetninguna. Og bara 3 lítil dæmi eitthvað sem við þurfum mögulega að skoða í virðiskeðjunni okkar. Fyrsta myndin þarna eru pálmolíuakrar í Indónesíu. Þeir eru settir á svæði þar sem áður voru regnskógar, og þessi regnskógar eru brenndir hreinlega til þess að rækta þessa olíu. Þetta er ódýr olía, peningalega séð, og þetta er í kremum, sjampóum, þetta er í smjörlíki, þannig að það er mjög erfitt að finna bakkelsi sem ekki með pálmolíu, snakk og allt þetta. Þannig að en það er hægt að kaupa og fá sjálfbæra, en það er svona erfiðara, minna af henni. En þetta er eitthvað sem er verið að skoða, og við vitum að er virkilega skaðlegt fyrir umhverfið. Í Indónesíu er það sem kemur strax á eftir pálmolíunni varðandi skaðsemi fyrir regnskógana eru málmar sem eru notaðir í endurhlaðanleg batteri til dæmis. Þannig að það er ýmislegt sem er í gangi í virðiskeðjunni okkar. Svo er það vatnið. Við náttúrulega þegar við hugsum vatn og hver eru háði vatni, þá hugsum við kannski aðalega fæðuframleiðsla. En til dæmis 2021 þá var skortur á ákveðnum örgjörvum frá Taívan, af því að það var bara vatnsskortur þar. Af því það að búið til hálfleiðara og örgjörfa og allt þetta þarf ofboðslega mikið vatn. Þannig að svona þurfum við að skoða virðiskeðjuna okkar, hvaða auðlindum erum við háð. Og svo bara dæmi af súkkulaðinu. Við vitum það er náttúrulega núna í verði hæstum hæðum vegna loftslagsbreytinga. Að það hefur verið skortur og uppskerubrastur heitir það á súkkulaði vegna loftslagsbreytinga, og við þurfum einmitt þess vegna að skoða virðiskeðjuna okkar vel. Hvar erum við háð einhverju, hvað sjáum við að gæti farið að þjóta upp í verði einfaldlega af því það vantar, og passa upp á að við séum þá með rétt að byrgja og allt það. Og þetta er eitthvað sem er nú þegar fyrirtæki og stofnanir byrjar að skoða, og Storebrand fjárfestingafélagið í Noregi stóra setur 2022 fram stefnu varðandi náttúru. Og svo kemur þarna frétt í kjölfarið það að þau séu hætt að fjárfesta í
námugreftri undir vatni, sem sagt bæði undir sjó og í ám, vegna þess að þetta skadar náttúruna svo gífilega. Og ég var reyndar ekki staðsett á þessum fundi þegar þessir ákvörðun tekin. Ég eiginlega alveg viss að þetta ekki af því að æja fiskarnir. Þetta frekar þetta skadar svo mikið, við gerum ráð fyrir því að þetta verði bannað á einhverju tímapunkti og við ætlum ekki að vera með það sem heitir stranded assets og eiga í einhverju sem orðið verðlaust. Það þessar greiningar sem eru í gangi. En við erum svo heppin í þessu, þegar við erum að vinna í þessu, að gera þessa mikilvægs greiningu fyrir þessa umhverfisþætti sem ætlast til í ESRS, að það mælt með að nota lípa aðferð TNFD, sem að James myndist á áðan. Og hvað þar? Jú, það einmitt þetta að locata. Hvar við staðsett? Hvar ber okkur niður? Hvar erum við að hafa áhrif í heiminum? Og það inn á svæðum þar sem mikilvægir fyrir líffræðilega fjölbreytni og allt þetta og vatnið. Og síðan þegar við erum búin að komast til því, þá fyrir við að skoða hvar við mest háð, hvar mest hæðið okkar, hvar við að hafa mest áhrif og erum þarna þá að skoða þessa orsakavalda eins og Snorri talaði áðan og ástand náttúrunnar á hverju stað fyrir sig. Þegar við erum búin að skoða þetta, þá getum við farið að skoða hvar stærstu áhættuþættirnir, hvar tækifærin okkar til að gera betur og allt það. Og svo þurfum við þá að setja þetta yfir í governance-in, taka ákvarðanir út frá þessu öll saman. Og við vorum að tala áðan impact-dræfarana og Snorri þýddi það sem orsakavalda og ég kalla það áhrifavalda, því mér finnst það skemmtilegra. Og þarna eru skilgreiningar af því að þá erum við annarkvort að taka það mikið af auðlindum að það skadar náttúruna eða við erum að setja eitthvað út sem þá aukaafurðir eins og mengunarefni sem skadar náttúruna og allt þetta. Og þannig þessi 5 flokkar sem TNFD skilgreinir. Og ef við skoðum þá getum við hugsað kannast við þetta ef við sé þetta einhvers staðar áður og já, þetta í rauninni það sem beðið í umhverfisstöðlum ESRS. Þannig að, og mér finnst oft þegar við tölum líffræðilega fjölbreytni að fyrirtæki eru svolítið svona, þetta alveg nýtt og við erum alveg að gera eitthvað alveg, nei, flest fyrirtæki sem til dæmis með umhverfisstjórnarkerfi með einhvers konar stefnu varðandi mengunarmál. Þau nú þegar byrjað að mæla og búin að setja sér markmið. Þannig að það að skoða líka hvað við búin að gera og á hvað höfum við til þess að byggja. Bara vita það að staðlarnir tala vel saman og við getum metið skaðsemi þá þessara áhrifavalda, bara hvar þetta, hvert við að setja þetta út, hvernig náttúran í kring, til að fara fljótt við séu hér. Og síðan þegar við komum með allar þessar niðurstöður, þá þurfum við að taka mið af þeim. Við þurfum að setja þetta inn í allar ákvarðanatöku, við þurfum að breyta viðskiptalíkanum okkar og þetta mynd frá TCFD, en bæði ESRS-staðlarnir og TNFD-staðlarnir og taka mið af þessu. Og ég veit að ég ekki búin að leysa fyrir ykkur alla stafrófsgrupuna en ég vona að ég hafi kannski aðeins náða auka skilningin og svona hvernig þetta talar allt saman og bara rétt að lokum þá langar mig að vitna í páskaeggi mitt páskana að við erum öll að byrja að skilgreina þessi markmið og það mikilvægt að við pössum upp á þetta sé ekki síló að við séum með markmið í hverjum staðli sem að ýta undir og hjálpa hverjum öðrum og það mjög mikið að gera í þessu öllu saman en það svo gott að við höfum góðan grunn til þess að við vitum í rauninni hvert við erum að fara og eins og páskaeggi segir, það til í þess að hlaupa ef stefnt í skakkátt. Takk fyrir. Þetta var frábært. Takk kærlega fyrir þetta. Nú langar við bara rétt að nefna því að næst í pontu hjá okkur þá það hún Aðalheiður Snæbjarnardóttir sem forstöðumaður sjálfbærni hjá Landsbankanum og í því samhengi þá langar við að nefna að það verið að keyra núna mjög áhugaverða vinnustofur í tengstu við þennan viðburð hérna 1:01 núna á eftir, sérstaklega fyrir orkugeirann og þá tengst orkugeirans við líffræðilega fjölbreytni. En líka 9:00 í fyrramálið þá vinnustofa fyrir fjármálastofnanir og banka og mér skilst að séu ennþá laus sæti þannig að endilega tjekkja á þessu og skráið ykkur og takið þátt.
En hún Aðalheiður ætlar að ræða við okkur áhrif og áhættu vegna breytingar og líffræðilegri fjölbreytni. Hvað það sem skiptir máli? Gjörðu svo vel, Heiða. Góðan daginn. Ég vil bara fyrst segja að það ánægjulegt að sjá hvað það vel mætt. Og næst ætla ég að segja að það búið að benda mér á að vera komin fram við tíma, þannig að ég ætla að vera með bara svolítið hraðkeyrslu á erindinu mínu, sem bara fínt. Og við, til að byrja með, við getum velt fyrir okkur, við erum búin að fá frábær erindi, búið að fara yfir með okkur hvað líffræðilegur fjölbreytni og hvað TNFD og hver þessi stárusúpa og hvað það sem blasir við okkur. Og þá væri eðlilegt í kjölfarið að fá eitt fyrirtæki upp sem að geti sagt frá því hvernig allt þetta hefði verið gert hjá þeim og í lokin benda á skýrsluna sem hægt verið að lesa niðurstöðurnar. En ég ekki að fara að gera það, af því að við erum bara ekkert komin þangað. Og þá getum við spurt okkur hvers vegna stendur Landsbankinn í dag, og það bara einfaldlega vegna þess að við vorum eina fyrirtækið á landinu sem ennþá búið að skrifa undir early adopters skuldbindinguna frá TNFD, en við erum búin að vera að reyna að innleiða líffræðilega fjölbreytni og bara hvernig við ætlum að tækla þann málaflokk síðan 2022. Og ég ætla bara í staðinn fyrir að segja ykkur allt sem við höfum gert og niðurstöðu, að þá ætla ég bara að segja ykkur hvað við höfum gert hingað til og hvað við sjáum fyrir okkur í framhaldinu og vona að það verði hvatning til fleiri fyrirtækja til þess að koma og bara byrja á verkefninu þótt að sé ekki alveg fyrir séð leiðin sem að maður ætlar að fara. Og þetta náttúrulega algjörlega samofið loftslagsvinnunni. Og fyrir mig persónulega þá skil ég ekki alveg út af hverju þetta sikkur hluturinn. En þess vegna ætla ég núna að bara segja ykkur mjög stuttlega frá loftslagsvegferðinni sem svolítið í rauninni fyrirmyndin af því sem við ætlum að gera með líffræðilega fjölbreytni. Og oft tala ég bara náttúruvá eða náttúruna í staðinn fyrir að segja alltaf líffræðileg fjölbreytni, út af því ég búin að finna það að þegar ég að tala við hópa fólki, og þá ég ekki að meina Bergmálshellinn sem með mér í dag, ég að meina bara á öðrum vettvangi, að þá missi ég fólk mjög hratt þegar ég tala bara í sjálfbærniskammstöfunum og löngum flóknum orðum eins og líffræðileg fjölbreytni. En sem sagt, loftslagsvegferðin, hún tók 9 ár frá því að við skrifuðum undir loftslagssamkomulag Festu og Reykjavíkurborgar og að vinna í 8 Parísarsamkomulaginu og þangað til við vorum komin með staðfest Science-Based Target markmið samdrátt í losun. Og hún náttúrulega ekki búin, að sjálfsögðu ekki, en þið sjáu að þarna líða 9 ár frá því að við segjum, já, við ætlum að vinna að markmiðum Parísarsamkomulagsins samdrátt í losun í okkar rekstri. Og á þeim tímapunkti þá vissum við alveg að okkar megin áhrif lægju í fjármagnaðri losun, ekki í skrifstofurekstri bankans, en við höfðum enga leið til þess að mæla hvert fjármagnaðrar losunar væri og það bara voru ekki til mælitæki það. Þannig að til dæmis sjálfbærniskýrslan okkar fyrir árið 2015, í henni stóð bara, við vitum að þarna liggja áhrifin okkar og einhvern tímann ætlum við að ná utan það og setja okkur markmið. En sem sagt árið 2019 verðum við þátttakendur í PICAF sem sem sagt aðferðarfræðin, standardin sem var búin til fyrir fjármálafyrirtæki til þess að mæla fjármagnaða losun. Við skrifum líka undir PRB sem sem sagt vettvangur á vegum Sameinuðu þjóðanna fyrir banka sem krafði banka að bæði lofa að mæla fjármagnaða losun og setja sér markmið samdrátt innan 4 ára frá undirritun. Og það rosalega gott þegar maður að keyra svona verkefni inn í banka að vera búin að skrifa undir á nokkrum stöðum skuldbindingar sem valda orðsporsáhættu að standa ekki við. Og síðan 2022 þá byrjum við að nota TCFD í áhættustýringunni og erum þá með áhættugreiningu í pillarskýrslunum í kjölfarið. En það náttúrulega mjög mikilvægur hlutur af rekstri bara allra fyrirtækja að greina áhætturnar sem reksturinn stendur frammi fyrir, af því að fyrst og fremst viljum við tryggja öruggan og góðan rekstur. Og á þessum tíma vorum við náttúrulega búin að gefa út 2 PICAF-skýrslur, þannig að við vorum búin að ná utanum allavega svona hugmyndina, hvert mengið væri af okkar fjármögnuðu losun. Og þá var ákveðið að næsta skref væri að setja sér Science-Based Target og fá vísindalega staðfest markmið samdrátt í losun í átt að markmiðum Parísarsamkomulagsins. Og það tók rúmlega ár
og það var loksins núna í ársbyrjun 24 sem við fengum það staðfest. En núna eigum við eftir að vinna alla vinnuna á bakviða. Þú veist, núna loksins, 9 árum eftir að við skrifum undir þetta samkomulag, erum við komið staðfest markmið og þá eigum við eftir samt að vinna í því að ná markmiðinu. En við ætlum að byggja samt á þessu og þegar síðan höfum við séð náttúrulega regluverk komið frá Evrópusambandinu eins og búið að koma fram með áðan að sem að miðar að því að ýta fyrirtækjum í átt að sjálfbærni og tekur vel fyrir losun gróðurhúsalofttegunda en tekur líka fyrir líffræðilega fjölbreytni og þessi verkefni sem að við og flest önnur fyrirtæki hafa verið aðilar að hafa bara raðast inn í regluverki frá Evrópusambandinu. Það hefur bara algjörlega verið þannig að regluverki byggir á sem voluntary initiative sem eru til nú þegar og við reiknum bara fastlega með því að það verði áfram þannig með líffræðilega fjölbreytni. Þannig að þetta er bara svolítið að vinna sér í haginn að vera byrjaður áður en regluverki kemur. Og 2022 urðum við aðilar að PPAF sem er náttúrulega systursamtök PCAF og svo byrjum við að vinna með það 23 og komist á því að þegar við erum búin að skoða bara svolítið hvar við ætlum að setja áhersluna til að byrja með út af því að maður næri ekki utan allt og náttúrulega banki snertir við öllu einhvern megin að þá ákváðum við að taka fyrir sjávarútveginn. Það væri bara það sem væri mikilvægast fyrir okkur að byrja á. Alls ekki tæmandi, en þar bara ætlum við að byrja. Og þá komumst við að því að PPAF er búið að gefa út standard, þótt að sé ennþá verið að vinna í fleiri köflum, að það væri ekki búið að taka fyrir sjávarútveginn þar. Af því eins og Sveinn kom inn á áðan, þá er sjávarútvegurinn ekki rosalega mikilvægur á öðrum stöðum í heiminum og hann er á Íslandi. Þannig að við fórum og töluðum við Hafró sem að bent okkur á fullt af skýrslum sem að þeirra sérfræðingar hafa gefið út. Við lásum líka fjórðu skýrslu vísindanefndar loftslagsbreytingar sem að koma út á síðasta ári og hefur bara verið virkilega gagnleg og hún fjallar líka ekki bara sem sagt í rauninni áhrifin sem verða á sjónum vegna loftslagsbreytinga, það er tegundar sem geta farið eða svona ógnandi tegundir sem geta komið inn, heldur líka nýjar tegundir sem geta komið inn, það er alveg ýmislegt til þess að skoða þarna. Og svo byrjuðum við að skoða TNFD sem leiðbeiningar hvað við getum gert þegar við værum komin með einhverjar upplýsingar til þess að fjalla Við erum ennþá samt á því stigi að vera að safna okkur upplýsingum. Og sem sagt, síðan kemur bara það sem að við vonum að sé framhaldið. Við náttúrulega skrifum undir early adoptershópin hjá TNFD og við erum í sem sagt 2025 slottinu sem að þýðir að við munum gefa út fyrstu skýrslun okkar í ársbyrjun 26 sem fjallar það árið 25. Þannig að við höfum árið í ár til þess að klára að búa í rauninni bara til heitakort yfir hvar okkar áhrif eru og hvernig við getum haft einhver áhrif á að stýra þeim. Síðan sem sagt munum við þurfa að skilgreina og setja okkur markmið og vonandi fara líka science-based target leiðina þar út af því að science-based target er búið að búa til markmið líka fyrir náttúruna, ekki bara fyrir loftslagið. Og erum við að horfa á Kunming-Montreal samkomulagið sem er líka búið að tala í dag og sem að Ísland er aðili að og meðal markmiðina þar inni og það sem að við erum aðilega að horfa á er að þetta samkomulag lofar meðal annars að vernda 30% af hafinu í heiminum. Og þess vegna mitt, að því að við erum fyrst að byrja að hugsa sjávarútveginn, þá erum við svolítið að hugsa þann hluta samningsins. Og nú bara að vera að sjá hvernig okkur gengur og eins og ég segi, allt eftir 24 er náttúrulega bara vonandi mun þetta fara svona en þið vitið, maður gerir áætlanir, svo bara takst maður á við verkefnin jafnóðum og hvers vegna erum við að þessu? Það er til þess að tryggja rekstur bankans. Við erum ekki náttúruverndarsamtök og við ætlum ekki að reyna að vera náttúruverndarsamtök. Við viljum og tryggja rekstur bankans auðvitað því það er náttúrulega aðgengi að fjármagni og á góðum kjörum og ég tók bara einhverjar svona klippur úr gömlum fréttatilkynningum, 6-föld umfram eftirspurn eftir grænum skuldabréfum, aðgengi að fjármagni. Þetta var síðasta 4. græna útgáfan okkar sem var í mars og Lilja Björk Einarsdóttir bankastjóri, við erum gríðarlega ánægð með viðtökurnar. Þetta eru lægstu vextir sem bankinn hefur fjármagnað sig á. Þetta var úr 1. grænu útgáfan okkar. Þannig að þetta eru bara aðgengi að fjármagni, góð kjör, skiptir máli fyrir það og þau náttúrulega við getum ekkert gefið út græn skuldabréf á markaði erlendis sem að neitt tekur mark á eða vill kaupa nema að vera með trausta fjármálaumgjörð á baki og við getum ekki verið með hana nema við séum í alvörunni með traust sjálfbærnistarf þar undir og þá skipta tímasett
markmið sem eru mælanleg og tekin út af þriðja aðila, auk þess að allar sjálfbærniupplýsingar séu bara teknar út af þriðja aðila, alveg ótrúlega miklu. Og svo náttúrulega þurfum við að hlíta regluverki, en annað líka sem að skipti máli til þess að tryggja góðan rekstur og þetta snerti við, það er líka bara að fá til sín öflugt starfsfólk. Af því að ungt fólk í dag, alveg óð því hvort það vilji starfa í sjálfbærni eða ekki, er farið að velta þessu fyrir sér í mjög miklu mæli og þú vilt náttúrulega ná í besta starfsfólkið í svona, þú veist bara í öll fyrirtæki og þetta er bara stór hluti af því líka. Og svo hef ég líka svona, það er eitt sem ég velt oft fyrir mér þegar það er verið að tala að við getum ekki haldið áfram með bara business as usual af því að, þú veist, en málið er bara, ég held að sé einmitt bara hluti af því, sjálfbærni sé bara orðin hluti af business as usual út af því að það hlýtur að vera business as usual að hlýta regluverki og fara eftir þeim reglum sem eru á markaðnum og þetta er bara allt saman komið þangað, þetta er ekki lengur eitthvað svona aðgreinandi hlutur að vera að sinna sjálfbærnimálum í rekstri, það er bara þvert á móti mjög aðgreinandi hlutur og gera þig óstarfhæfan að sinna þeim ekki. Og þá er líffræðileg fjölbreytni náttúrulega hluti af því. Og næsta dagskrá, þetta er það sem við erum að gera núna, við erum að lesa þessa leiðarlýsa, sérstaklega Guidance for Financial Institutions og ætlum bara að kortleggja okkur eftir því og ég ætla að sýna ykkur í ganni hvar við erum. Já, það er með flettið hans og rætt. Við erum bara að reyna að skilja ennþá, við erum bara ennþá að reyna að skilja hvað við erum að gera. Við erum samt alveg líka búin í næsta á eftir að fá stjórnendur með okkur í vegferðina út af því að við störfum bara eftir því sem að er sett línan hjá stjórnendum þannig að þeir eru alveg komni með en við erum samt ennþá bara í punkti 2 að reyna að skilja hvað það er sem við ætlum að gera, skilja hvað er sem við ætlum að mæla og svo að því að búið að tala svo oft ESRS E4 í dag að þetta er það sem við erum núna að sem sagt fara í gegnum og þetta tala bara algjörlega inn í ESRS-staðalinn líka og leiðbeiningarnar þaðan þannig að þetta er bara tvöfalda mikilvægsskríningin sem kemur manni beint þangað allar þessar skammstafanir tala saman það er þetta samtætt þetta allt í eina skýrslu og maður á ekki að vera hræddur við að byrja bara út af því að maður veit ekki alveg hvað þetta endar. Takk. Takk kærlega fyrir þetta aðalheiður og vel gert bæði aðalheiður og Snjólaug að ég setti smá skrúna á það bára því vorum komið smá yfir tíman. Vel gert. Þetta er mjög góð punktur sem að Heiða kom inn á það þarf auðvitað stuðning stjórnenda og stjórna inn í þessa vegferð þessa ákvörðunartöku að fara þessa leið og setja tíma og fjármagn og áherslu á þessi verkefni. Mér langar bara að nefna að við hjá Festu við erum auðvitað miðstöð sjálfbærni og við höfum verið að gefa út vegvísa og meðal annars höfum við gefið út vegvísi líffræðilega fjölbreytni sem er akkurat hugsuð sem svona tól sem við getum farið með inn lagt fyrir stjórnunina og komið þannig málum á dagskrá. Þannig endilega tjekkið á því inn á sjálfbær.is heimasíðan okkar og getið örugglega nýtt ykkur það. Nú ætlum við aðeins að breytum takt og nú ætlum við að fá svona stutta 5 mínútna konfektmóla úr ýmsum áttum og ég er viss að þeir verða hver öðrum gómsætari. Við ætlum að byrja því að hlusta á Tinnu Hallgrímsdóttur sem er sérfræðingur í loftslagsáhættu og sjálfbærni hjá Seðlabanka Íslands og hún ætlar að ræða áhrif náttúrutengdrar áhættu á fjármálamarkað. Gjörðu svo vel, Tinna. Varstu það smá breyting? Við erum með ráðherra sem haldast út þegar tónleikunum að fara sér. Fyrirgefðu, ég var ekki búin að ná alveg hvenær það var. Tinna mín, bara bið þig að fá þér sæti aftur. Afsakið þetta. Við ætlum nefnilega að vera með hana Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur háskóla iðnaðar og nýsköpunarráðherra sem ætlaði að flytja lokaorð fyrir okkur. Í staðinn fær hún að flytja svona upphitunar erindi fyrir konfettkassan okkar. En við bjóðum velkomna Áslaugu Örnu, gjörðu svo vel. Takk kærlega fyrir, leiðilegt að eyðileggja konfektmólana sem eru næstir á dagskrá en þingið gerir það verkum að maður ræður aldrei alveg dagskráni sinni en ótrúlega gaman að ná að koma aðeins þáður en í rík síðan í þingið í atkvæðagreiðslu dagsins sem hefst akkurat þegar þið eru að klára fundin. Are there many English speaking in the room? One, okay. I will do both. Fyrst langar við að segja á íslensku bara ótrúlega flott dagskrá og mikilvæg umræðefni sem eru sett hér á dagskrá í dag og það eru þetta gríðarlega mikið af nýjum kröfum og það er svo margt að breytast í heiminum öllum og við þurfum að vera rosalega vakandi fyrir þessum nýju kröfum og sama tíma og að við pössum að þær passi íslensku umhverfi að við verkefni stjórnmálana séu að þær passi íslenskum veruleika, íslensku atvinnulífi og fyrirtækjum
og það við göngum ekki lengra en þörf krefur hverju sinni en við tökum þær á sama tíma alvarlega en reynum að hafa þær einfaldar og skilvirkar svo að þær skili sem mestum árangri hverju sinni. Og hið opinbera þarf auðvitað að tryggja í þetta fjármagn eins og annað og þarf að tryggja það að hér verði til öflug nýsköpun á þessu sviði. So for the English-speaking friend, I am the Minister of Innovation in Iceland, and when we decided to put these pillars together in this new Ministry of Education, Higher Education, Science and Research, Innovation and High Tech even, we have the AI and the space in this ministry, so we put all of these pillars together to try to run faster in those direction in fostering new ideas in Iceland. And we are seeing that the pillars of our economy is finally growing. We have more pillars to the economy. The ingenuity and the innovation sector is getting bigger. And that sector in Iceland also needs to get bigger in solutions for the climate and for the sustainability sector. Because the innovation is the key where we, if we want to see a progress, as well as Iceland also punching above their weight in these areas like we are doing in many others. And we are trying to build a really effective and good innovation ecosystem in Iceland. And the steps we have been taking for the last couple of years have put Iceland in the top 20 countries in the world of having really a competitive innovation system where we are supporting new ideas both with funding and tax initiatives, but we also need experts and we need to take care of that we have the education that is needed in those sectors as well. So I'm really looking forward to working on my agenda, which is to make ingenuity or innovation the biggest export of Iceland. And I really believe that that can happen because at the same time it will foster a more exciting future for Iceland and more exciting jobs as well. It is also a crucial idea or crucial factor to be able to face the challenges the world is facing if we look to climate or sustainability, or we look to healthcare or other sectors that we are facing big challenge. The innovation environment that we are building up is what I believe the key to make that happen. So I'm really looking forward to those challenges to make it even better to build an idea here and to get an idea in Iceland to run for it. And it is sometimes, because Iceland is sometimes a little bit chaotic, some would say, and I went to Singapore 2 years ago to learn from them, from how they have a really good universities and they are trying to build a really strong bridge from research to ideas and innovation. And we can learn a lot from them, but at the same time, one head person in the University of Singapore there said, but you guys, you have so many entrepreneurs per capita. And I was like, yeah, we do. And he said, yeah, why is that? And I thought for a minute. And I think that is our mindset of þetta reddast. This will be figured out. We are not afraid of new challenges or new ideas and to run with them and try. And that is one of the main factors I think will help Iceland being a really important part in the world of new solutions for the challenges we are facing. So I will leave you with that for your great speakers that will come here after me. And thank you so much for inviting me to come and say a couple of words. Kæra þakkir á þeirra og gangið vel í dag. Þá höldum við áfram. Við erum búin að fá núna, við erum búin að fá hérna í morgun hjá Snorra og James svona staðgóðar eplapæ og súkkulaðiköku með rjóma
bara virkilega mikið substans í því. Svo erum við búin að fá svona alveg gómsætt páskaegg og 1 crème brûlée og nú ætlum við að færa litlu gómsættu mólana svona í lok dagsins með kaffinu. Þannig að ég ætla að bjóða aftur velkomna Tinnu Hallgrímsdóttur. Gjörðu þér svo vel. Takk fyrir, gaman að fá að koma hérna með konfektmóla, sjálfsögðu vegan úr sjálfbæru súkkulaði. Ég heiti Tinna Hallgrímsdóttir og ég starfa hjá Seðlabankanum sem sérfræðingur í loftslagsáhættu og sjálfbærni og ég á skrifstofu bankastjóra og starfa þvert á svið bankans að framgangi þessa mála og þá bæði hvað varðar rekstur og svo þessi faglegu markmið. Og þessi fyrirlestur í dag tengist einmitt okkar faglegu markmiðum og ég ætla að fjalla áhrif náttúrutengdar áhættu á fjármálamarkað. Kannski gott að bara ítreka það í byrjun að náttúrutengd áhætta tengist með beinum hætti öllum málefnasviðum Seðlabankans og verður sífellt áberandi á þessu málefnasviði á alþjóðlegum samstarfsvettvangi Seðlabanka sem ég hérna vitna í skýrslu eftir og hann heitir NGFS eða Network for Greening the Financial System og þarna eru Seðlabankar og eftirlitsstofnanir að koma saman með það markmiði að grænka fjármálakerfið. Og NGFS gaf út þetta rit í september í fyrra sem svona hálfgerður rammi það hvernig Seðlabankar og eftirlitsstofnanir geta nálgast náttúrutengda áhættu og eins og ég sagði þá snertir þetta öllum málefnasviðum en þessi rammi fjallar þá mest svið fjármálastöðugleika í tengslu við sviðsmyndagreiningar og það er það sem ég ætla að byggja núna erindi mitt á. Við náttúrulega könnumst við sviðsmyndagreiningar í fjármálastöðugleika í formi þessara álagsprófa. Sviðsmyndagreiningar ekki alveg að sama meiði, þarna erum við ekki með spár, við erum meira að stilla upp nokkrum sviðsmyndum og sjá hver þróunin verður ef þær raungerast. Og þessi mynd hefur verið sýnt hér áður í dag en ekki úr vegi góð vísa aldrei oft kveðin, þannig að hérna ætla ég að minna á að við höfum mest verið bara Seðlabankarinn samfélagi alltaf fjalla loftslagsáhættu og loftslagsmál en auðvitað er þetta allt samtengt og loftslagið bara eitt af þessum 9 skilgreindum þolmörkum jarðar eftir Johan Rockström og fleiri hjá Stockholm Resilience Center. Og það ekki vegi að nefna líka þessi þolmörk eru öll samtengt og samverkandi og oft í gegnum þessar svona jákvæðu endurgjafa lykkjur, positive feedback loops, þannig að áhrif í einum flokki geta haft magnandi áhrif á annan og þá komum við á stað einhverju þróun. Staðan er því miður svo við höfum gengið á 6 af þessum 9 þolmörkum nú þegar. Staðreyndin er svo að þegar við göngum á þolmörkin, förum utan þessa örugga athafnasvæðis í miðjunni, þá erum við að ganga lengra og lengra á vistkerfin, við erum að ganga á þá vistkerfisþjónustu sem að viðhalda þessum stöðugleika sem samfélag okkar og hagkerfi eru byggð á. Og þegar við förum alltaf lengra og lengra, þá erum við líka auka líkurnar að við komumst að einhverjum stað þar sem að við eigum óendurkvæmt og náum ekki snúa voveiflegri þróun við. Og þetta einmitt eins og ég segi, bara undirstöður okkar samfélags og hagkerfis og það er svona greiðlega mikilvægt fyrir Seðlabanka sem og stjórnvöld og okkur öll að skilja betur áhrif náttúrutengdar áhættu og það auðvitað með það meginmarkmiði að lágmarkana en svo líka að reyna þá að skapa viðnámsþrótt gagnvart þeirri áhættu sem við náum ekki að draga úr með fullnægjandi hætti. Náttúrutengdi áhættu líkt og loftslagstengdri áhættu skipt í þessa 2 flokka, það er raunlega áhætta og svo umbreytingar áhætta. Þetta er physical risk og svo transition risk á ensku. Raunlega áhætta stafar þá bara beint af hnignun vistkerfa og svo tala ég hérna röskun hnignun vistkerfa en hérna ég nú vön að tala meira bara algjört hrun, það er eins og staðan er núna og þetta er eitthvað sem þessar vistkerfisþjónustur er eitthvað sem hagkerfi reiðir sig á og það leiðir af sér áhættu. Og þetta getur verið eitthvað svona akút, til dæmis það kemur hvarf svona náttúrulegra predators og það leiðir til að kemur einhver óvera og þá kemur uppskerubrestur eða bara svona hæg og bítandi, það er lækkun í frjóberum og það leiðir til minni uppskeru eða bæði, til dæmis með skógareyðingu og það leiðir til breytingar á svona staðbundum veðrakerfum. En einmitt vandamáli hér í sambandi við loftslagstengdu áhættuna er að við erum ekki með einhvern svona einhlítan mælikvarða eins og koltvísýringsígildi, en þetta er bara áskorun sem við þurfum að takast á við. Og svo hins vegar erum við með þessa umbreytingaráhættu og hún stafar það fyrir umbreytingu sem við þurfum að leggjast í til þess að vernda vistkerfi af því að öllum breytingum fylgir auðvitað áhætta og hún verður bara mismikil eftir því hversu skipulega og hratt við göngum til verka. Og mér langar að færa þetta svona yfir á íslenskt samfélag og taka það dæmi sem er svona okkur næst og það er sjávarútvegurinn.
og raunlega áhætta hér væri þá vegna hlýnunar og súrnunar sjávar til dæmis og auðvitað hlýnunin loftslagstengd og súrnun líka en þetta tengist líka náttúrutengd áhætta auðvitað allt bara sami pakkinn þannig ég ákvað að nota þetta sem svona eitthvað nærtækt dæmi til að fylgja okkur í gegnum þessi skref sviðsmyndagreiningar en við vitum að hlýnun og súrnun hefur auðvitað áhrif á stofnstærðir og útbreiðslu svæði sjávartegunda og sömuleiðis geta komið nýja tegundir sem hafa áhrif á lífríkið. Og til að svona aðeins ramma þetta betur inn, þá ætla ég að nota hérna sviðsmyndir sem eru notaðar á vettvangi NGFS fyrir loftslagstengda áhættu. Svo við séum einhverja mynd og það eru umræður hvernig á að búa til einhvers konar grunn fyrir sviðsmyndir fyrir náttúrutengda áhættu. Það gætu verið eitthvað í líkindi við þetta eða bara alls ekki. Þannig að það er ennþá bara eitthvað sem er í mótun og þetta rit sem ég er að vísa í núna er svona ákveðin fyrstu skref. Þannig að við skoðum hérna loftslagstengda áhættuna og það eru búin að stilla upp 2 ásum. Við erum með X-ásinn sem tekur fyrir þessa raunlega áhættu, physical, sem sagt áhætta vegna loftslagsbreytinganna sjálfra. Svo erum við Y-ásinn sem er þessi umbreytingar áhætta vegna aðgerða sem við leggjumst í til að bregðast við loftslagsbreytingum. Og hérna sjáum við neðst í þessum kassa, þarna erum við með scenario sem heitir Current Policies. Það er þá bara núverandi stefnur. Hvernig lítur sviðsmyndin út ef við bara gerum nákvæmlega það sem liggur núna fyrir í stefnum ríkisstjórna. Þarna sjáum við að raunlega áhættan er mjög há. Af hverju? Af því að þessar aðgerðir ganga ekki nægilega nógu langt og þarna stöndum við frammi fyrir gríðarlega mikilli áhættu. Af hverju erum við síðan rosalega lágt á umbreytingarásnum þarna Y-ás? Jú, af því að lítilli umbreytingu fylgir auðvitað lítil áhætta. Svo færum við okkur aðeins til vinstri upp í NDCs sem er þessi landsframlög til Parísarsáttmálans og rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar. Það er bara markmiðin. Annað er fyrst var stefnur, nú erum við komin í markmið. Markmiðin eru aðeins metnaðarfyllri, þannig að þarna sjáum við náum að lækka raunlega áhættu og svo erum við aðeins að hækka umbreytingar á þetta því við erum að grípa til aðgerða í raun. Svo þessu efstu 2, þar sjáum við svona hvað gerist ef við fyrir í fragmented world. Hvað gerist ef það eru gríðarlega mikill munur á milli atvinnugreina að landa hversu hart og fljótt gripið til aðgerða og svo þarna delayed transition. Ef við bara bíðum allt og lengi til 2030 og þá ætlum við að fara að gera allt og spýta í lófana, hvað gerist þá? Og þið sjáum að umbreytingaráætlanir byggist mikið á því hversu skipulega við göngum til verka og hvað ætlum við að gera. Og svo er þarna þessi draumakassi, ég ætlum kannski ekki að kalla þetta draumakassa því að þetta er öll hlýnun af hinu slæma, en þessi draumakassi þarna vinstra horninu, þar sjáum við hvað gerist ef við náum virkilega kolefnishlutleysi, náum að takmarka hlýnun við 1,5 gráðu. Ef við náum undir 2 gráðum og low demand er svona nýtt scenario sem var bætt við núna í nýjasta fasunum, þar ef við náum að draga virkilega úr orkuþörf og virkilega auka hlutdeild endurnýjanlegra orkugjafa í þessu orkumixi. Og þetta er einmitt svona loftslagssviðsmyndirnar en svona aðeins til að gefa okkur hugmynd hvernig þetta gæti litið út eða mögulega varðandi náttúrutengdu áhættuna. Sviðsmyndagreiningin hnotskurn er í rauninni bara, við erum með þessi náttúrutengdu gögn þarna efst uppi, hvaða fjárhagslega áhrif mun það hafa á heimili og fyrirtæki og svo á þjóðarhag og svo aftur heimili og fyrirtæki og þarna erum við í einhverju lúpu til þess að skoða hvað getur mögulega gerst. Þessi mynd er úr þessum ramma sem ég vitnaði í byrjun, mér finnst hann lýsa þessu mjög vel, ég raunir bara að segja ykkur það sama aftur en gott að impra hlutunum til að ná þessu alveg inn sko. Þannig hérna lengst til vinstri, þarna erum við með náttúruna, hnignun náttúru og hennar vistkerfa og þar lendi vistkerfisþjónustu. Förum svo einn til hægri, þar sjáum við svona hvers slags áhættu erum að ræða, er þetta raunlega áhætta, physical, er hún umbreytingar áhætta, transition. Förum svo yfir í fjárhagsáhættu, hún getur verið micro, heimili og fyrirtæki, hún getur verið makro á þjóðarhag, hún getur verið regional og sektoral, er þetta bara ákveðið svæði, er þetta ákveðnar atvinnugreinar og svo færum við þá yfir í mismunandi tegundir fjárhagsáhættu hér. Og í þessum ramma þá er talað svona 3 skref í þessari sviðsmyndagreiningu fyrir náttúrutengda áhættu og ég tók mér það best að leyfa að splæsa þeim saman við hefðbundna sviðsmyndagreiningu á vettvangi NGFS hvað varðar loftslagsáhættu svo við séum svona með heildstæða mynd. Og ég ákvað aftur að nota þetta dæmi okkar hlýnun og súrnun sjávar til að svona labba okkur í gegnum skrefin. En ég vil nefna að þarna er ég að mála mjög dökka mynd einfaldlega til einföldunar til að við getum aðeins skilið hvað þetta er og eins og ég segi þá eru sviðsmyndir ekki spár, það eru fremur bara við stillum upp mismunandi sviðsmyndum og sjáum hver þróunin verður.
Í fyrsta skrifi erum við að skilgreina markmið, áhættuþætti og haghafa. Þarna erum við að velja, ætlum við að skoða kerfislega áhættu, ætlum við að skoða bankana, ætlum við að skoða hagkerfi í heild sinni, hvaða atvinnugreinar mikilvægast að skoða í því samhengi og hvaða vistkerfi þá, þar af leiðandi. Og svo þurfum við að skoða staðsetningu áhættuna sem er eitthvað sem Svarmið hefur mikið verið að skoða og það skiptir máli að sjá áhættan staðbundin og einnig að hafa í huga ef áhættan er staðbundin þá getur hún samt haft kerfislæg áhrif. Förum svo yfir í næsta skref, hönnun sviðsmynda og forsendur. Þarna erum við að skoða hvar áhættan staðsett í virðiskeðjunni, hver eru áhrif á heimili og fyrirtæki og svo hver hæfni þessa aðila til aðlögunar og þá til dæmis með því að breyta framleiðslu eða færa starfsemi. Hérna gætum við séð hlýnun og súrnun sjávar gæti haft áhrif á aflabrögð, þar með landsframleiðslu og hagvöxt. Ríkisstjórnin gæti vilja að grípa inn í og bjarga sjávarútvegsfyrirtækjum, það eru áhrif á skuldastöðu ríkissjóðs, lánshæfismat ríkisins. Og svo getur verið möguleikar á auknu atvinnuleysi og gjaldþroti sjávarútvegsfyrirtækja. Það er að segja ef að þessi aðlögunarhæfni sem ég nefndi áðan er ekki til stað. Þannig þetta er allt bara að við erum í ákveðnum getgátum hérna sjálfsögðu. Í skrefi 3 erum við mat á efnahagslegum og fjárhagslegum áhrifum. Við sjáum að auki atvinnuleysi getur valdið greiðsluerfiðleikum, lántakenda, fasteignalána, banka og lífeyrissjóða, verðfall skuldabréfa og hlutabréfa, veldur skerðingu lífeyrisréttinda og gjaldþrot sjávarútvegsfyrirtækja mögulegt þar að segja myndi þetta hafa neikvæð áhrif á lánasafn bankana. Enn og aftur, ég er að mála hér på svarta mynd. Svo fyrir við í skref 4 og þarna er svona beiting og miðlun þessar sviðsmynda og auðvitað er markmiðin núna til dæmis að vekja fjármálafyrirtæki og aðra hagila til vitundar mögulega áhrif náttúrutengdar áhættu og til að við séum aðeins betur í stakk búin að takast á við þetta. Og ef við kannski horfum á þetta svona í samhengi við hefðbundin álagspróf þá erum við ekki að fara að framkvæma próf af sama meiði en höfum auðvitað markmið að framkvæma hérna svona sviðsmyndagreiningu með tilliti til loftslagstengdar áhættu og náttúrutengda áhætta væri þá næsta skrefun, bara sami pakki. Og svo auðvitað bara ótrúlega mikilvægt að við séum með greiningar á þessu til að aðstoða þá við vinnu allra stjórnvalda í stefnumótun til að við sjáum hversu vel stakk búin við erum að takast á þessar áhættur, hversu stórar eru þær og hversu mikið viðnámsþrótti búum við raunverulega yfir. Já, það verður ekki lengra frá mér í bili. Takk hérlega fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta, Tinna. Eins og allir góður konfliktmála þá vill maður oft að endist aðeins lengur. Þeir eru svo góður sem maður vill fá alltaf áfram að smjatta á þeim. En þetta var frábært, virkilega margt í þessu og ég sem að það eru mjög margir sem var til að fá þessa glæru hjá þér eftir á og hérna aðeins að sökkva svona í þær. En næst langum að bjóða velkomna Magneu Magnúsdóttur sem er umhverfis- og landgræðslustjóri hjá ON og hún ætlar að tala við okkur endurheimt staðagróðurs á virkjanasvæðum Orku náttúrunnar. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég ætla að bjóða upp á súrmjólk en ekki konfekt. En ég er landgræðslufræðingur, stundum kölluð mosakonan, en ég vinn hjá Orku náttúrunnar og Orka náttúrunnar vill nýta auðlindir í sátt við umhverfið. En virkjanaframkvæmdir hafa mikil áhrif á umhverfið og valda miklu raski. Þess vegna höfum við verið að leggja mikla áherslu á endurheimta staðagróður. Og inn í allar verklagsreglur höfum við sett kröfu að við allar framkvæmdir þá höldum við til haga gróðurþekjunni. Af því að þegar við byrjum að framkvæma þá erum við með allt sem við þurfum á grónu landi til þess að ganga aftur frá og endurheimta. Við þurfum bara að læra að halda upp á gróðurinn. Þetta er vistkerfi sem er búið að vaxa og dafna í mörg hundruð ár með fullt af lífverum í og það er rosalega mikil verðmæti í gróðurþekjunni. Og hérna sjáum við það sem við erum að taka upp gróðurþekjuna. Þetta er í jarðhitagarðinum og færa hana á önnur svæði eða nýta hana til þess að ganga frá á sama svæðinu. Svona göngum við frá skurðstæðum. Við setjum gróðurþekjuna hérna til hliðar, leggjum lagnir og setjum svo göngum svo aftur frá með því að setja gróðurþekjuna aftur yfir. Þetta er rosalega einfalt og allir ætti að geta gert og öll fyrirtæki. Þetta er 2 árum seinna. Svona leit Hellisheiði út fyrir 12 árum, allt í lögnum og drasli og vorum að klára að byggja Hellisheiðarvirkjun og það þurfti að taka til og ganga frá. Samhliða þessu vorum við að gera borplan og við nýttum gróðurinn til þess að ganga frá þessu svæði
þetta er gróður úr þessu borplani, svo höfum við verið að taka gróðurtorfur líka úr jarðhitagarði, þannig að við erum með mosatorfur hérna uppi í hæðunum og svo hérna graslendistorfur þarna niðri. Þetta er þyrlupallur á Nesjavöllum, við komum ekki í þyrlu í vinnuna lengur, það er svona 2007, þannig að við nýttum hérna gróður frá nærliggjandi svæði, vorum að gera dælustöð til þess að setja yfir og endurheimta hérna mosatorfu. Þannig að við bara földum 2007 þyrlupallinn með gróðutorfum. En hérna í þessu mosi og allar þessu plöntur sem vaksa á svæðinu. Við erum líka hérna að reyna að lagfæra borplönun okkar og við erum að endurheimta til dæmis hérna mosaþembu og endurgerðum hraun með því að setja hraungjall þarna í teginn og fengum svo mosa úr framkvæmdum sem við lögðum þarna yfir. Svo kemur súrmjólkin, en ekki konfettið. Við höfum verið með smá svona nýsköpun í að nýta súrmjólk til þess að svona plástra mosaþembur og súrmjólkin er eins og lím og hún virkar til þess að gera yfirborðið stöðura og virkar svona eins og plástur, þannig að við endurheimtum mosan þarna með súrmjólkurblöndu. Svo höfum við líka nýtt aðferð sem heitir fræberandi slægja, þar sem við sláum graslendi að hausti, þar sem eru plöntur búnar að mynda fræ, sláum það þá og dreifum yfir svæði og endurheimtum þannig graslendissvæði. Þetta er mjög einföld aðferð, hægt að nýta á mjög stór svæði. Svo fyrir 2 árum þá vorum við í mjög skemmtilegu verkefni upp í Andakíl sem er lítið vatnsaflsvirkjun í Borgarfirði. Fengum með okkur skoska sérfræðinga til þess að hjálpa okkur að lagfæra bakka sem höfðu skemmst gegnum tíðina. Og við settum sér trjáboli með rótakerfi inn í bakkan og svo stein og grjót og lokuðum svo bakkanum, settum svo gróður aftur yfir. Hérna sjáum við hvernig trjábolinir eru inn í bakkanum og ræturnar brjóta upp strauminn á ánni og styrkja bakkan. Og svona leit bakkin út, hann var allur búið að brotna mjög mikið af honum, bara mörg hundruð metrar. Og eftir þetta þá er hann miklu sterkari og við erum að nota gróðurinn á staðnum, gróðurtorfur sem voru þarna fyrir og svo birkiplöntur sem voru þarna að vaksa í umhverfinu sem bóndinn var búinn að rækta, fengum hjá honum til þess að gróðursetja í bakkann. Þannig að þetta er skemmtilegt nýsköpunarverkefni og er samstarfsverkefni þvert á landamæri og Veitur, Orka náttúrunnar, þessi skosku sérfræðingar, Skógræktin hjálpa okkur með trjábólina, þannig að þetta er mjög skemmtilegt. En af hverju er staðargróður mikilvægur? Hann er mikilvægur fyrir vatnsbúskap, af hverju kemur þetta allt í líffræði, öfuri röð, líffræðilega fjölbreytni, eykur þol vistkerfa ef þau eru fjölbreytt, vatnsbúskapur, fæðu uppspretta, gróðurinn bindur CO2, andar frá sér súrefni. Hann hefur mjög góð áhrif á andlega líðan okkar. Og af hverju erum við að gera þetta? Þú beinir svo bara aðeins eftir hann? Já, svona. Við viljum nýta auðlindirnar í sáttu umhverfi og þetta er stór partur af því. Hugsa gróðurinn. Bara takk kærlega fyrir mig. Kæra þakk fyrir þetta, Magni. Þetta var frábært erindi, mjög upplýfgandi að sjá hvernig hægt er að endurheimta vistkerfin okkar og náttúruna með svona hugvitssumum og skemmtilegum súrmjólkurleiðum meðal annars. Mjög gaman að þessu. Nú eins og glöggir átt að sjá, það var tíminn okkar upp urinn, en ég vona að þið getið setið með okkur í korteri viðbót, þannig að við seinustu 2 konfettumálunum og einu svona loka ávarpi. Þannig að næst ætla ég bara að kynna strax í pontu hana Ingibjörg Jónsdóttur sem er verkefnastjóri vottunar hjá Yggdrasil Carbon. Hún ætlar að ræða við okkur um það hvernig við tryggjum sjálfbærni loftslagsaðgerða. Gjörðu þið svo vel. Komið sæl og kærar þakkir fyrir að bjóða mér að koma og halda erindi. Svona nobody frá Eilstöð, maður er svolítið starstruck í þessum hópi sem er að halda erindi. Þetta er afar ánægjulegt.
Ég heiti sérst Ingibjörg Jónsdóttir og verkefnisstjóri vottuna og gæða hjá Yggdrasil Carbon og ætla að koma hérna og halda örkynning á því hvernig okkar fyrirtæki tekst á við þær kröfur sem eru gerða til starfseminnar, til dæmis frá viðskiptavinum sem eru að kaupa okkur vöru og þurfa að treysta því að það sé gæða vara sem þau eru að kaupa. Aðeins bara fyrst okkur, Yggdrasil Carbon, það fyrirtæki stofnað á Egilsstöðum árið 2020 og við vinnum í náttúrumiðuðum vottuðum loftslagsaðgerðum. Fyrstu verkefnin eru í skógrækt og við erum líka í svona pilotverkefni í endurheimt votlendis og svo eru ýmis önnur verkefni á teikniborðinu sem okkur langar að fara í. Vottaðar kolefniseiningar er söluvaran okkar og lætur þetta fyrirtæki rúlla og við erum 6 starfsmenn þarna til hliðar og öflug stjórn sem að stendur sér vel og svo svona yfir 20 sumarverktakar. Ég held ég sé nú frekar að draga úr bæta í þar. Það er nóg að gera allavega. Og við erum með starfsstöðar á Egilsstöðum, Reykjavík og svo vorum við að opna eina starfsstöð í Borgarnesi núna 1. apríl. Og hvers vegna vottaðar loftslagsaðgerðir? Það eru meiri líkur á að vottaðar aðgerðir tryggi raunverulegan og mælanlegan ávinning í loftslagsaðgerðum. Tryggi gegnsæi, varanleika, viðbót, sjálfbærni og jákvæð hliðaráhrif og svona mætti auðvitað lengi telja. Og svo er það líka bara krafa frá hinum ýmsu hagsmunaaðilum að verkefni séu vottuð upp á traust og gegnsæi. Nú erum við búin að vera í þessari starfsemi í 3 ár og það eru mjög miklar kröfur gerðar bæði til starfseminnar og fyrirtækisins og þær kröfur eru alltaf að aukast dag frá degi, ég held að sé alveg óhætt að segja það. Og ég tók svona saman, þetta eru náttúrulega lög og regluverk, stjórnsýsla í heimabyggð í gegnum leyfisveitingar, ESG-kröfurnar, EU taxonomy, kröfusett staðla náttúrulega sjálfsögðu sem verkefnin fara í gegnum, kröfur kaupenda eininga og svo eru þetta kröfur landeiganda sem við erum í samstarfi við og annarra hagsmunaaðila. Og kröfurnar eru náttúrulega mjög víðtækar. Ég tók út hérna örfáar og setti að sjálfsögðu líffjölbreytnina efst. Það er heilbrigði jarðvegs, ágengategundir, vistgerðir með hátt verndagildi og það er losun í undirbúningi og við þurfum að gera víðtækt áhættumat og svo kolefnisspor, kolefniseininga eins og Snjólaug talaði hérna, life cycle assessment. Og að fara í gegnum vottun það hjálpar til við að tikka í fjölmörg box og nánast öll boxin. En það þarf alltaf að vera á tánum, það alltaf nýjar kröfur og það eru nýjar upplýsingar og það eru nýjar rannsóknir og við þurfum bara að fylgjast vel með. Ein krafa er greiningasvæði áður en farið í verkefni. Nú ég að taka sem dæmi skógræktarverkefni. Og þar eru við að þróa stafrænt umhverfismat, fengum við mitt styrk frá Rannís í fyrra með Svarma. Og við erum svona við erum að klára fyrsta áfanga núna, eigum 1 ár eftir. Og það er þá grunngreiningasvæði með hjálp dróna, þar að segja lítar, RGB og fjölsviðsmyndir og stafræna umhverfismatið á þá að hjálp okkur að svara ákveðnum spurningum áður en við byrjum verkefni. Bara fyrsta lagi náttúrulega henta svæðið yfirleitt fyrir verkefni. Hvaða vistgerðir einkenna svæðið, er svæðið ríkt af kolefnisforða nú þegar og fjargögnin eru þá fléttuð saman við upplýsingar sem eru til vistgerðir nú þegar, til dæmis frá Náttúrufræðistofnun. Og svo er þetta sannreynt með sérfræðingum á vettvangi. Svo er verkefni hannað í samræmi við þessa grunngreiningu og víðtækt áhættumat sem við þurfum að gera fyrir hvert verkefni. Og þetta er nú alveg heil kynning, þannig að við sleppum þessu. Og ég ætla að hoppa beint í vöktunaraðgerða. Til að viðhalda vottun þá þurfum við að vakta og mæla verkefni á 5 til 10 ára fresti út verkefnatíman sem er í tilfelli skógræktarverkefna 50 ár. Og við ætlum að gera það með drónum og mælingum í felti. Fyrsta verkefni okkar var 2022, þannig að við erum ekki byrjuð á neinni vöktun. En við erum að setja saman vöktunaráætlun og við ætlum að mæla kolefnisforða trjá og trjáheilsu, mælingar á kolefnisforða jarðvegs og jarðvegsheilsu og það er sjálfsáningin sem við viljum fylgjast með og höfum góð tök á og svo viljum við auðvitað mæla líffjölbreytni en með þeim aðferðum sem að henta í það og þetta náttúrulega krefst mikil samstarf og ég setti fleira. Öll vöktun sem eykur gæði verkefna og styður við sjálfbærni aðgerða er góð, þannig að við viljum náttúrulega bara vakta sem mest. Sem leiðir mig að því að það verða náttúrulega til
mikil gögn hvert svæði, bæði í upphafsgreiningu og svo á 50 árum í vöktun verkefna. Og þarna að mínum að þetta opnar það mjög mikla möguleika og fjölbreyttu samstarfi til að sem allir myndu græða á. Hvernig tryggjum við sjálfbærni loftslagsaðgerða? Ég setti þess að í síbreytilegum heimi líklega aldrei hægt að tryggja sjálfbærni. Stundum maður þarna og stundum maður bara, jú, við getum þetta. En hvað getum við allavega gert? Það vantar fleiri rannsóknir, til dæmis á líffjölbreytni, jarðvegslosun og ágengi tegunda. Það einmitt áhættumat núna í gangi með ágengi trjátegunda sem við fögnum auðvitað. Frekari þróun og meiri dýpt í grunngreiningu svæða. Við höldum áfram að þróa stafræna umhverfismatið okkar og varfærin hönnun verkefna á meðan skortir rannsóknir. Þetta eitthvað sem við þurfum að hafa í huga. Og þróa inn í hönnun verkefna. Fjölbreyttar aðgerðir í skógrækt eins og Snorri kom einmitt inn á. Það vantar fjármagn í endurheimt vistkerfa og jarðvegsuppbyggingu og í rauninni þetta bara heilmikil tækifæri þarna að kanna fýsileikann á þessum verkefnum. Rétt aðgerð á réttan stað setti ég einmitt. Auka jákvæð hliðaráhrif og halda út í fjölbreyttu hagsmunaaðila samtali sem nú bara líklega eitt af mikilvægasta í þessu og búið að vera afar lærdómsríkt fyrir mig og vinna svo saman að heildrænum ávinningi. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta, Ingibjörg. Mjög gaman að fá hér að spúa, eins og þið. Næst ætlum við að heyra frá Ásrúnu Elmarsdóttur sem er sérfræðingur nærsamfélag og náttúru hjá Landsvirkjun og hún er með hið dularfulla heiti Næstu skref. Gjörðu svo vel, Ásrún. Já, sæl og blessuð. Gaman að vera hér hjá ykkur. Ég vinn sem sagt á sviði samfélags- og umhverfi og þessari deild sem að hún tilkynnti mig á. Ég ætlaði svona að segja bara hver staðan hjá okkur hjá Landsvirkjun í þessum málum, svona hvar við stöndum og hver við sjáum vera okkar næstu skref í þessu máli sem við búum að vera að ræða hér í dag. En við byrjum svona markvisst að vinna að þessum málum, sjálfbærni upplýsingagjöf í fyrra og byrjum á því að skoða stefnu fyrirtæksins í loftslags- og umhverfismálum og fórum í gegnum ferli í kringu það og endum á að stefnan var uppfærð og meðal annars í tengslu við líffræðilega fjölbreytni og það var bætt inn þessari setningu: við stöndum vörð líffræðilega fjölbreytni með vistkerfisnálgun að leiðarljósi. Sem að þýði bara að áfram ætlar Landsvirkjun að styðja við lífríki og náttúruna en við erum að nota lífríkið og þessi vistkerfisnálgun tikkar inn í það að við þurfum að huga að nýtingunni í samræmi við náttúruna. En Landsvirkjun er einmitt eitt af þessum fyrirtækjum sem þarf að skila inn þessum gögnum og við erum bara í þessum töluðum orðum að rýna þennan staðal og reyna átt og grá eins og margir aðrir sem hafa talað hérna í dag í hverju þetta felst. Við höfum verið að horfa til leiðbeininga sem að alþjóðlegu náttúruverndarsamtökin settu fram og höfum verið að nýta það svona til að leiða okkur í gegnum þetta og þar einmitt kemur fram að það þurfi að skilgreina áhrif fyrirtækis á lífríkið, setja fram stefnu og markmið og svo í framhaldinu af því aðgerðaráætlun, svo einmitt þetta að ákveða vísa eða mælikvarða sem þarf að fylgjast með til að meta árangurinn af því sem er búið að ákveða að gera. Og síðast en ekki síst að safna gögnum, miðla, greina þau og setja þau fram. Starfsemi Landsvirkjunar er vítt og breitt landið og ég hefði kannski átt að segja það einnig upphafi að þessi tala mín hér snýst meira bara svona áhrifin okkar hérna innanlands. En við erum alveg með starfsemi frá láglendi og upp á hálendi sem þýðir það að umhverfisáhrifin eru mjög breytileg og svo erum við náttúrulega með vatnsaflsvirkjanir, jarðvarma og erum svona stíga stærri skref vonandi inn í vindinn. Þannig að þessi rekstur hefur náttúrulega mismunandi áhrif á lífríkið, þannig að við þurfum að taka tillit til þess.
En frá upphafi þá hefur Landsvirkjun safnað mikið af gögnum lífríkið, tengslum við undirbúning framkvæmdar sem þá tengist inn í umhverfismat og skipulag á framkvæmdatíma og svo náttúrulega í reksturinn sem langa línan í þessu. Og þessi gögn hafa komið í gegnum stakar rannsóknir, við erum að vakta ýmislegt og svo erum við með mótvægisaðgerðir. Og ég setti hérna á blað dæmi gögn sem eru til, þetta alls ekki tæmandi listi, en við erum með alls konar gögn í samband við lífríkið, vatnalífríkið, fiskinn, fuglana, gróður, en svo erum við líka náttúrulega að fylgjast með umhverfisþáttum sem að tengjast inn í að geta túlkað þessi gögn. Eins og við höfum verið að fylgjast með áfoki, það eru veðurfarsgögn, rof, hljóðmengun og svo framvegis. Þannig að það talsvert til að gögnum en áskorunin kannski í dag að setja þetta svona heildstætt fram og setja þetta fram út frá þessum kröfum sem að koma fram í þessari sjálfbærni upplýsingalöggjöf. En hvar erum við þá stödd? Við þekkjum áhrifin nokkuð vel teljum við. Það þýðir ekki að við séum komin á endastöð í þeim málum. En það hefur alveg verið í nokkur ára aftur á bak farið í gegnum hver eru áhrif af starfsemi Landsvirkjunar. Og við höfum alveg verið að vinna út frá því. Og undanfarin ár þá höfum við verið svona bara almennt að styrkja umhverfismarkmið og svona umhverfissýnina okkar í rekstri fyrirtækisins og við lítum svo á að þetta sem núna að fara af stað bara gott hól og eflir okkur í þeirri vinnu. Það búið, eins og ég sagði, við erum búin að uppfæra þarna stefnuna, það búið að gera tvíþætt mikilvægismat, það hefur ekki verið kynnt, það mun náttúrulega hjálpa okkur í að skilgreina hvert við erum að stefna í þessum málum. Og eins og ég kom inn á, við þurfum að þekkja stöðun okkar, við erum í því ferli að taka bara saman hvaða gögn við eigum, hvað mögulega vantar upp á, mögulega eigum við að hætta einhverju sem við höfum verið að gera, svona ef maður að horfa á bara þetta alltaf þetta ferli, bara að rýna af hverju við erum að gera hlutina, hver tilgangur verkefnana og hver ávinningurinn. Og í tengslu við þetta þá byrjum við í fyrra eða sömdum við Náttúrufræðistofnun að taka saman fyrir okkur svona heilstætt á öllum okkar starfssvæðum og svona í nágrenni starfssvæðan okkar upplýsingar sjaldgæfar og forgangsvistgerðir, framandi tegundir og ágengategundir. Og að sama skapi Hafrannsóknastofnun að flokka og meta ástand vatnshlota hjá okkur. Þannig að þetta eru svona gögn sem að munu gagnast mjög mikið inn í þetta. Í sambandi við vísana þá það náttúrulega bara verkefni sem framundan. Við erum að vonast eftir að við getum fylgt eftir þessum alþjóðlegu vinnu sem í gangi og líka bara væntingar að yfirvöld hér leggi fram skýra línur þó að auðvitað þarf hvert fyrirtæki fyrir sig að aðlaga sig að þeim. Og svo þetta bara að við erum að fara að vinna í því að gera þá aðgerðaráætlun í framhaldi af því og svo umhverfist þetta og kemur þetta alltaf saman í þessari upplýsingagjöf sem að fyrirtæki þarf að fara inn í. Þannig að þetta svona í hraðferð staðan sem við erum á og bara takk fyrir þetta búið að vera ánægjuleg yfirferð í morgun og bara takk fyrir mig. Kæra þakki fyrir þetta Ásrún og mjög gaman að sjá hvað þið eru svona skipulega að vinna í ykkar gagnasöfnun og taka þetta allt saman sem við erum búin að ræða í dag. Við erum búin með tímann fyrir svolítið síðan. Mjög langar að þakka kærlega fyrir hönd Vertu, þakka kærlega fyrir mig. Þetta búið að vera virkilega gaman þó ég hafi verið svolítið kannski gengið svolítið langt með þessa súkkulaðisamlíkingu mína. Þá var þetta líka mjög næringaríkt spjall hérna og ég held við höfum fengið mikið út úr þessu allt saman.